Góða kvöldið og velkomin í enn eina umferð af Kia-deildinni. Við erum með sérstaka dagskrá í kvöld þar sem við erum að fara að sýna 3 leiki. Ég heiti Ásgeir Rafn og með mér eins og alltaf er hún Mist. Hvað segirðu gott? Góða kvöldið, ég segi bara alltaf hérna. Já, það eru mitt 3 skemmtilega leikir í kvöld. Við byrjum hérna klukkan 7 á ATD á móti Cool Beans team. Svo strax klukkan 20 erum við að fara að sjá League of Ljósleiðarinn á móti Inappropriate Inc. Og svo þriðji leikurinn, hann er það er Fenrir á móti Jötun. Já, og verður það alveg sérstaklega skemmtilega viðreik. Þeir eru meira að segja mættir í arína til að spila og þetta er að fara að vera skemmtilegt hjá þeim. Já. Það verður spennandi að sjá þann leik. En við ætlum fyrst að fara yfir kannski fyrsta leik, Cool Beans á móti ATD. Já, förum bara yfir line-upið, byrjum bara á ATD. Við erum með í top lane eins og síðast var þann Gubbi Fitness, Jungle Dreson. Mid lane er hann Regiment Odin, bot lane MQ,
og support hauslaus. Þetta bara eiginlega alveg eins line-up ef við fengum að sjá síðast þegar ATD kepptu, þannig að þetta bara... Nákvæmlega, og voru þeir bara með fína takta seinast. Já, en svo CBT, við erum að sjá býðum bara eftir grafíkinni. Já. En á minnskosti, við erum með í top lane, erum með leikmaður. Jungle það 4G Gamer. Mid lane það hann Addi. Bot lane það Octopus. Og svo support það hann Bad Habit. Já, þetta bara nákvæmlega sama og við sáum held ég í fyrstu viku af Kía-deildinni, þetta lið, þar sem þeir voru á móti Dusty ef ég mann rétt. Og já, það bara... Ég held þeir unnu ekki þann leik. Nei, Dusty unnu þann leik. Samt bara mjög góða leikur, spilaði mjög vel, þannig ég held að, já, ég bara gerir ráð fyrir að þetta verði bara æsi spennandi leikur. Já, ég spenntur að sjá hvað þeir að fara að velja en bæði liðin alveg mjög fína drafta og eru með mjög góð hetjuvöl. Ég alveg mjög spenntur að sjá hvernig þetta mun fara. Sérstaklega hvað minn góði vinur leikmaður að fara að spila. Já. Það oft verið að banna Jórik til dæmis á honum. Það eitthvað sem kannski verið gert. Já, það alveg mörg piksina sem held ég verða strax bönnið. Já. Ég myndi að Róra að vatta, það bara instabann. Já. Sérstaklega eftir áhaumanum deildinni. Við erum að fara að prófa aðeins nýtt með drafti í kvöld, ekki satt? Jú. Til að reyna að hafa flæðið gott. Nákvæmlega, eins og sum ykkar vita ekki, þá lík með ákveðið spectator delay. Þar af hverju við þurfum í smá tíma að tala í nokkra mínútur og eitthvað. Já. Og nema við erum aðeins breyta til og þá eru liðin sem gera draft aðeins undan. Þá erum við í rauninni bara að fara yfir draftið á meðan spectator delayið í gangi í staðinn fyrir að hafa draft og svo þurfum við að tala draftið í 2, 3, 5, 4 mínútur. Þannig að þetta ætti að stytta aðeins introin hjá okkur. Það hefur alltaf tekið smá tíma fyrir okkur að komast inn í leik. Já, þetta að fara að vera mjög þægilegt að við getum bara fengið draftið upp og svo erum við bara eftir örskama stund að fara beint inn í leik ef allt fer eins og áætlað En við ætlum bara að þá hoppa beinustu leið inn í draftið. Þetta tók ekki langa tíma. Nei. Og erum við að sjá Aurora bann. Já, eins og ég sagði, bara eftir að Addi sýndi bara crazy Aurora gameplayna á áhaumannadeildinni, þá ég bara ekki þessa. Pantheon bann, make sense líka. Já, þetta svona þægilegt val til að taka ef þú ert í spórum ATD. Við erum að sjá sjáum ekki hvað var bannað í Já, í annað banni á ATD. Það virðist bara þetta var Cassante. Það samt, þetta var smá svona battle of hver fær Cassante í liðina því bæði ATD og CBT topplinu spila Cassante alveg ágætlega mikið. Já. En þetta meira myndi ég segja hjá CBT en Já, og þetta að fara að vera þá Fiora bann, eitthvað að stríða okkur, þetta skemmtilega draftlól, en sem bara fínt, ég hugsa að leikmaður vildi bara ekki spila móti Fiora. Nei. Eitthvað leitt og það að fara að vera þetta Jórik. Jórik, það svo þú sagðir. To be expected. Það leiðilegt að vera móti þessu, sérstaklega ef þú þarft svolítið að spila leikinn í kringum að það Jórik þarna. Þetta svona eins og að hafa Sion alltaf að berja niður turna. Junara? Þetta eitthvað sem ATD hefur kannski verið að spila. Þetta bara kannski einhver svona sterkt? Já, ég var alveg að sé MQ spila Junara, en þú veist, myndi ég banna Junara yfir kannski eitthvað eins og Twitch? Ég veit það ekki alveg. Þeir tóku þetta í viðureign sinni móti Dusty í þá seinustu viku. Okay. Svo kannski var bara Miku með allt og góða. Já, einmitt, eitthvað hræðsla þar. En við erum bara með Wukong first pick hjá ATD. Bara Wukong mjög sterkur karakter núna í þessari deild. Já. Heldur við séum, þetta nú ekki fyrsta skiptið og alls ekki síðasta skiptið þar sem við sjáum Wukong. Þetta sterkur jungler að fara að vera bara þægilegur inn í allt og sama með þennan.
Jarvan, einmitt, ef það er ekki Wukong þá er það Jarvan, þannig hérna, já, og svo einmitt Jhin-pickið innan fyrir Octopus hjá CBT, bara klassist comfort sýnist mér og hérna Twitch einmitt, að öllum líkindum hjá ATD. Já, þetta hérna er eitthvað sem hann MIQ er búinn að vera að spila bara í gegnum tíðina og þetta er að fara að vera Gubbi Fitness Garen. Við sáum það líka síðast, Já. ef ég er ekki að bugla, en hérna einmitt, mjög góður á Garen og líka MIQ, mjög góður á Twitch. Já. Var eiginlega bara 1v2 allan leikinn. Það eru svona þæginda völ hjá þeim sko, alveg klárlega. Fekk ég mitt MVP líka á Twitchinu, má ekki glemma því. Alveg mjög hættulegur og það var alveg mjög hrættur að horfa á þetta bara þegar hann MIQ var að drepa alla undir turninum sínum, undir turninum hjá Taekwondo-ri seinustu viðureign. Við erum með gangplank pick hérna, þetta gæti verið mitt, gæti verið topp, að öllum líkinum hérna topplane. Já, hann leikmaður hefur verið að spila sko, alveg gegnum hérna deildir og svoleiðis og hefur mjög góður gangplank, allavega frá minni viðureign við honum. Syndra, gott bann, Regiment Odin spilar mjög mikið Syndra og var mjög góður á Syndru og er það ennþá. Nautilus, Braum og svo Rakan ban, bara að vera að targetbanna supportan hennar. Já. Erum að sjá Hui hérna. Mér finnst áhugavert að ekki sjá Karma ban hérna, bara almennt að mér finnst ég sjá Karma rosalega mikið hérna hjá ATD. Kannski er það eitthvað sem þeir ætla að pikka. Getur verið, ég finnst Karma Twitch vera mjög fínt kombo, getur fengið rosalega mikið dominance early game, sérstaklega sem carry sem er ekkert eitthvað crazy early game. Nei, alls ekki. Og við erum að sjá hérna Seraphine. Seraphine hérna supporta allir einhvernum. Seraphine mitt ekki vera mjög viable. Nei, ekki eins og og þeir eru hvort sem að fara að taka eitthvað annað hérna og þá myndi þetta flex að geta vera of svona, já, Jason. Já. Við erum að sjá hérna að þetta er líklegast að fara að vera líka AP Twitch, þar sem það er alveg bara AD hérna eða vopnaskaði, ef við kíkjum í góðu orðabók, hjá ATD. Bard? Ég er til í Bard. Ég meitt sá að hérna supportin hjá CBT spilaði Bard. Það eru nú ekki margir supportar sem spila Bard, þannig... Nei, en það er gaman að sjá það. Já, ég er mjög spennt. Við erum með þá hérna, ATD, við erum með Jungle Wukong, Twitch ADC, Garen top, og Seraphine support og svo Jace mid á móti Jhin ADC, Jarvan jungle, Gangplank top, Hui mid og Bard support. Byrjum kannski að tala smá um botlinið, Twitch Seraphine á móti Jhin Bard. Já. Seraphine, mjög gott poke early game. Bard, hann er aldrei eilinn. Nei, þetta er bara að vera svolítið skilin eftir kannski hann Octopus og hann Badhappet mun kannski bara hlaupa rofið að reyna að hjálpa restinni. Ég veit ekki hvort það sé hot take, en minnst Seraphine ekki vera góð support almennt séð, minnst það vera svo margir betri enchanter að hann úti. Ég persónulega skil ekki Seraphine pickið. Það er samt gott kombo hérna, þú veist, þú ert með Wukong, ulti og Seraphine ulti, þá ert bara með teamfight, bara rosalega gott teamfight síðana. Og sömuleiðis hjá CBT verið með Jarvan ulti og svo Gangplank ulti og Hui ulti ofan á það. Já. Og einmitt, þú veist, Bard getur setta það allt upp með ulti hans, þannig upp á svona teamfight ulti, þá kannski hérna. En við ættum bara að hoppa beinustu leið núna inn í leikinn og er þetta að fara að vera alveg ótrúleg viðureign. Já. Við erum bara alveg að fara, en spenntur að sjá hvernig svona fyrstu mínútur að fara. Já, það verði mjög rólegt til að byrja með. Ég held að enginn jungler sé að fara að taka, þú veist, ég held að sé bara að fara að taka jungler eins og, þú veist, ég held að sé ekki að fara að gera neitt cheesy, ætlaði að segja. Nei. Reyndar, CBT er að reyna eitthvað botlane dæmi hérna. Já, og við erum að sjá hérna, bara svona frekar standard uppsetningu hjá restina af ATD. Þeir eru bara að vernda hérna. Já, þeir eru með 5 pointin á ATD. Ég held að
CBT ætlaði bara að reyna að passa þau væri ekki að taka eitthvað cheesy Seraphine Twitch early. Nei. Ég reyndar ég held að sé núna að fara í 5 points til þess að aðtöga í sikkur lagi. Það ATT fengur miklu meira value út úr þessu. Já, Þetta ward þarna gerir eiginlega ekki neitt. Þú þarft 1 support til þess að fara niður, ward á midbushin, það er alveg nóg. Já, þeir eru hérna með Að mínum mati. núna 4G Gamer hérna er núna spottaður að er að byrja hérna í topp agrinar hlið. Þannig Infowar-wise þá unnu ATT þetta fight, en aftur á móti inn í botlininu á minimappinu við sjáum að þau gæti verið að gera smá cheese. Nei, ég held ekki. Leikmaður og Gubbi Fitnessin að skiptast á höggum og er þetta að fara að vera ágætlega jafnt eins og en þetta er að fara að vera Garen hérna með Doran Shield sem mun leiða að Gubbi tekur hérna barúl beint í andlitið, þetta tunnu og þetta er leikmaður hérna sína takta bara. Já. Núna þarf hann svolítið að spila svolítið svona frekar rólega. Ég mitt og Addi kominn strax bara næstu hálft HP eftir Regiment Odin. JC Lane, svo er þetta að spila á þessu og ég mitt CBT komið með pushið í botlininu. Já, fínt hérna og ég hugsa að það er bara svona hvernig þetta mun verða allavega í byrjun hérna fyrir mikið MIQ hérna á Twitchinum. Já, Twitch ekkert með eitthvað rosalega gott wave clear hérna í byrjun, þannig en báðu junglerinu eru að pata bot, þannig við fáum líklega að sjá eitthvað skemmtilegt Scuttle-fight hérna. Já. Út frá bara hver er með præjó og svo farið það CBT. Sjáum hérna að leikmaður er með alveg mjög góðan eineltisleik hérna móti Gubba Fitness. Þeir eru að spila þessar tunnur svo vel, hérna náða þessar tunnunni og þetta er að fara að vera Dresun að koma hérna til að hjálpa. Leikmaður þarf hérna að passa sig, er að fara að vera kannski tekið niður, reynir að berja Gubba á móti, en þetta er fyrsta blóð hérna handa ATT. Nákvæmlega, mjög gott gang hérna hjá Dresun. Ég reyndar var að bugla þegar ég sagði að junglerinn var bæði að pata bot, þeir voru bara á mjög svipuðum stað, en Wukong er að pata top og Jarvan er að pata bot. Já. Þannig smá rugl í mér, en mjög gott gang. Reyndar misti flash og ignite, en hérna það er bara frekar worth. Hauslaus að vera tekinn hættulega niður hérna, missir bara nánast allt lífið sitt. Og Octopus sáttu með það. Eru þið svolítið að... Það er svolítið erfitt fyrir það að gera eitthvað hérna. Þeir verða svolítið bara... MIQ eitthvað að leik... Þetta sé við það bara að farma í róleitum, held ég. Já, þetta er ekki að fara að vera sami leikur hérna fyrir MIQ og Hauslaus. Eins og var seinustu viðreiknina fyrir vikunni. En vá hvað CBT með gott visionina í botlininu. Við erum með tvö words hérna hjá Raptors. Núna er samt, Dresun hérna kannski að leita vadda er ennþá ekki bundinn og þetta er að fara að gera Regiment Odin, hann var beinustu leið inn. 4G Gamer hérna kominn líka, Addi flassar í burtu, Regiment Odin er að elta, er þetta að fara að vera dauður, Addi eitt auto enn! Og það er að fara að koma Octopus að reyna að hjálpa, hann er að reyna að hlaupa, Octopus er kominn og þetta er að fara að vera dauður Regiment Odin og er Dresun kannski að fara að snúa einhverju viðinn. 4G Gamer tekið niður, MIQ hérna að reyna að taka niður Adda, Addi er ennþá lifandi, núna er samt bara tapit í smá vandræðum. Octopus er núna líka kannski að fara að tekið niður hérna af botnagrinni hérna aðalinum MIQ. Og þetta er 4-1 í lok þennan bardaga fyrir ATT. Jesús, þetta var svakafætt, einmitt. MIQ, spurning bara hvort við getum fengið að sjá scoreboard. Þannig kemur þetta. Wukong, einmitt, Dresun strax með 2 kills. Fenguð einmitt, ég hélt að Addi myndi lifa af þannig. Rétt svo þeir, mér finnst eins og Jace hafði cancela auto-attack sem bara gerðs við bestu menn. En rétt svo lappa úr range út af River. Þetta er núna að fara að vera svolítið stór gullmunur líka hérna á milli junglerina. Þessar frumskóðamannana, Dresun hérna með 2 kill. Þetta er alveg þægileg staða. Það er mjög þægileg staða. Við erum að sjá hérna eitthvað að stríðunum. 4G Gamer hérna. Dresun sýnist mér að reyna að gera eitthvað aftur á miðjunni. Ætlar ekki að láta Adda friði, hoppar hérna á hann, en
smá pók þannig, en hérna, Dreson búin að vera mjög duglegur að ganga hérna. Það er bara spurning hvort að það sé eitthvað tempo difference hérna. Já. Við erum að sjá hérna. Það er nú smá goldmunir þannig. Já. Sko, Dreson er náttúrulega með 2 kills, þannig að það er yfir. Já. Hann er svolítið að prioritæsa gangs yfir farm. Við sjáum bara til hvort það verður worth seinna meir. Já, Jarvan er að fara að vera mjög góður hérna að ganga eitthvað í seinna meir. Hann er að taka svona aðeins meira slow approach á þetta. Já, tekur hérna hægu aðferðina. Þetta er að fara að vera jókla rólegt. MIQ hérna. Núna er byrjað að koma smá svona skaði á þessa skósveina. Þar sem hann er komin með bók og hring. Það mun hjálpa honum hérna með galdraskaða sinn. Já, nákvæmlega. Er það samt nóg til þess að gera eitthvað mikið? Seraphine standana af Bart Q. Og ég held að það sé bara að fara að taka Mountain-rólina. Já, hann Bergur er hérna að fara að vera tekið niður, sýnst mér, og eru að fara að sjá þægilegt hérna. Það er ekki mjög mikið af svona brynjum og að fara að vera byggð hérna hjá CBD, en þetta er þægilegt bara til að fá smá aukning hérna. Já, ég er sammála. Ég verð að segja að CBD er með mjög gott vision control almennt gegnum leikinn. Alltaf búin að vera með mjög gott visionina á botlininu. Jarvan eitthvað að reyna að taka red buff sýnist mér. Seraphine tekur ekkert eftir honum. Dreson hérna er ennþá að bíða og hérna hoppar hann inn, er með últið. Hann er flassið samt hjá leikmanni, er að fara að nót. Þetta kemur últið frá honum, Garen og Gubbi Fitness og Dreson leggja greiði leikmanni í einhaldi hérna í topp-akreininni. Hún er búin að deyja tvisvar núna. Já, 4G Gamer að nýta tækifærið þar sem Dreson er top-lane að taka botkampinn hans. Botlane veit samt að því. Já. Menn sko sem fengu eitthvað kólana að það væri mögulega að taka red buff. Sjáum maðkana hérna núna að vera að birtast á rofið og það sýnir mér Dreson og Gubbi er að fara að taka það niður hérna. Horfum á kortið. Sjáum hérna, þetta eru allir maðkani núna að fara til ATD. Mér sýnist eins og þeir eru að reyna. Það er ekkert smæt uppi. Addi getur reynda að stela þessu með einhverju skemmtilegu töðafi og hann kemur það. En hérna er hann leikmaður mættur og Gubbi þarf að bara deyja hérna inn í þessu últi hjá honum 4G Gamer. Dreson núna að reyna fyrir burtu og þetta er bara Gubbi Fitness, fastur og yfirgefinn. Bara það er því miður ekkert mikið sem hann kann gert og ekki heldur Dreson. Og einmitt botlanen kemur og mætir til þess að passa að fæti verður ekkert eitthvað mikið lengra. En hérna þetta var alveg fínt hérna að reyna að fá eitthvað smá út úr þessu. Já, fengu einn, það er bara mjög fínt. Einn maðk. Smá snæp. Addi hérna vill ekki vera að gefa alla þessa maðka hérna til ATD. Og hérna er hann Batabir komið núna bara í miðju akrein. Hann ætla bara að vera með. Og hjálpar hérna Adda að íta inn skósveinunum. Já. Sem er skemmtilegt nafni Bad Habit af því að náttúrulega er öfugt ef maður les það ekkert Bad Habit. Ég las það nú ekkert fyrst Bad Habit en já, hann er alltaf þekktur undir Bad Habit. Ég held ég ætla ekki að lesa Tippadab. Það er aðeins erfiðara. Hann er bara að hlaupa reyna að hjálpa, ná í þessa chimes, já. Classic board. Alveg spila skemmtilegan leik. Þetta er eitt af þessum skemmtilegri hetjum til að spila. Já. Bara hlaupa og ekki hugsa út í. Líka svo versatile, getur byggt svo mikið. Náttúrulega bildin hans breytast á og til. MIQ að leita ykkur á fætina. Veit að TTK Octopus er, já. Kemur þetta tekur tvöldafið í burtu frá honum. Bard. Svo erum við. Jú, þetta er rólegasta botnakrinn sem maður hefur séð bara í langan tíma. Það er ekki mikið í gangi. Já, Bard er einmitt, þú veist, hann er ekkert eitthvað oft í lane. Seraphine er oftar í lane en ekki Dreson er samt mættur hérna. Já, Seraphine er með level 6.
gæti verið eitthvað að gerast, en sjáum hérna smá farmur í gangi hérna. Það er svona hægt við, þeir eru ekki með Worthy Tribus. Nei, Ekki af þeim. Batabi gæti mögulega verið að stíga í svolítið hættilega stöðina. er það að fara að vera að drepa? Nei, aðna er hann. Sér apan hérna í frumskóginum og vill ekki fara nær honum. Erum við að sjá bara, jú, þeir eru að taka í burtu smá af þessu visioni. Frá CBD. Þeir eru svona hoppar inn á Adda. Adda kemur með Adda gerir svo mikinn skaf og Dresson hlýtur að tekja niður hérna af Adda. Þú voru ekki að búast við þessu. Blackfire Torch er hérna komið í pókan hjá honum Adda. Þetta er búið að vera svolítið vinsælt hérna first item. Já. Mér finnst þetta að vera mjög bara gott first item. Já, þetta er svo þægilegt hérna, sérstaklega fyrir bara svona wave clear og þægindi hérna. Og ég veit, svakalega skaða hérna. Náttúrulega hérna gerum nú slattamörg rotations þannig, ég gæti ekki nefnt það öll. Nei. En hérna, og alltið poppaðan bara. Já, við erum að sjá hérna alveg fínan, já, leikmaður ennþá svolítið að halda sér í toppakreininni þrátt fyrir að deyja tvisvar hérna. Fursi Gamer að koma hérna í smá hérna inlane gang. MIQ og Hauslu samt vel hrættir hérna við þá. Þeir eru svolítið hrættir. Þeir eru líka að pusha hérna hjá CBT. MIQ er að reyndar mögulega að leita ykkur. Já, hættir við, ætla bara að skoða. Jæja, leikmaður. Þau var ekki að berjast hérna við Gubba. Það er nú að passa sig, komin hættulega lár niður. Er samt með þessa tunnu hérna til að reyna að hjálpa sér. Dresson er komin, ætlar að leita ykkur. Aftur mættur inn á topplane. Er hætt ekki, hann kemur últið samt inn og flassið, Gubbi, þú ert að fara að vera tekið niður hérna af leikmanni líklegast, rétt svo nær ekki últinu og ætti hann að reyna að komast í burtu. Já, hann gerir það, leikmaður með fína takta, segir nei takk við annað gang hérna frá Dressoni. Þetta var bara frábært. Æðislega spilað hjá leikmanni hérna með þessa sjóræðingastæla. Smá óhefilegt að taka tower dive þannig með engin minions. Já, þau held að þeir getur bara að tekið hann niður strax. Hann var hérna með flass eða leifturinn sitt upp í hérna Gubbi. Já. En það var ekki nóg. Og það var eitt gott outplay hana frá hérna leikmanninum. Þetta er að fara að koma honum vel aftur komið með hérna Trinity Force. Mátt 300 eða eitthvað. Ég held að sé ekki þessu snið þetta inn að þýða þetta. Ég ætla ekki að þýða neina af þessum items, það er nú bara ég held að enginn myndi vita hvað það væri að segja. Nei, hann er allan að koma með þetta gula item hérna, gula gós og er núna að fara að vera bara mjög þægilegur í topp. Já, ég held að það hérna Vistum hérna af Særunu að vera tekið niður handa CBT. Hérna er samt Addi núna að hlaupa í burtu og getur gert það léttilega. Bad Habit mættur þannig að millin til verndar. MQ samt vel að leita, hann er með Nashville Tooth. Kemur henni í gegn. Octopus, þú ert ekki að fara að lifa þennan af nema að þú færði einhverja hjálp hérna frá. Og hana kemur. Bart, Oldi. Er það bara nóg? Hauslis er komin líka. Það er ekki nóg. Þetta var töðandafinn og það gæti lifað af. Hauslaus rétt svo nær honum. Bad Habit gerði allt til að reyna bjarganum þarna. Og rétt svo kemst í burtu. Ekki burtu frá ATD hérna. Jésús, þetta var bara rétt svo ég held að myndi lifa af. En Seraphine Oltið. Ódin er með leikturinn sitt til að komast hérna í burtu. Facerush kemur í bóti, leikmaður er komin og þetta er að fara að vera dauður Ódin hérna. Og núna eru þeir svolítið að koma sér aftur verulega inn í leikjum. Það er komin smá gullmunur meira segja í hag CBD. Það sem þau voru hérna eftir á aðan. Nákvæmlega, 400 gold hérna gullsmiður, eða svona 300 cirka. MIQ hérna er að leita af þetta, kannski ekki. Bara taka henni þessa skósvinna niður. Sjáum þetta flotta já, þetta er fallegt. Hauslusina komin hérna til að styðja hann sem aðstoðmaðurinn. Seraphine komið með Echoes of Hylia sem first item. Já. Menn það bara mjög fínt, það fyrir Moonstone. Það er legt að gera aðeins meiri skaði ekki satt. Jú. Ég bara, menns Echoes of Hylia er líka bara mjög skemmtilegt item núna. Menns það mjög viable first item og ef eitthvað oft stundum betra en Moonstone. Hérna er Skellrum kannski að vera að tekja niður og mér sýnist að Cool Beans team veit ekki
hvað í gangi. Þetta bara fyrir að frítt hérna handa þeim. Já, sýnist það. Það einmitt allt botlaneið var, junglinu var botlane og allt botlaneið var midlane, þannig. Já, við sjá hérna, allir bara hérna eru svolítið í topp-helmingnum. Það að klára upp þeirra alltaf inn á topplane, syns mér, já, þannig kemur það. Þeir ætla bara að reyna að herja niður hérna, gætu mér þess að ná öðrum turni ef Cool Beans team nær ekki að svara þessu. Það er mjög gott fyrir topplane að fá hérna Tier 1 og mögulega Tier 2 líka, þá Gubbi Fitness í svolítið stöðu til þess að vera svolítið hættulegur. Regiment Odin sem að Gæti verið að fara að vera tekið niður hérna af Bad Habit og Forty Gamer nær samt einhvern veginn að koma sér eitthvað smá í burtu. En núna Bad Habit og Forty Gamer hérna herja á honum. Octopus virkilega að passa sig, vill ekki vera tekið niður hérna og leyfi bara Forty Gamer að taka þetta. Já, en á meðan tók að Tier 2 turretina á toplane. Já. Þá Gubbi Fitness, hann svolítið, hann getur bara að fara botlane og reynt að ná Tier 1 og Tier 2 þar. Já. Eða, líklega skýra hann það, já. Leiðilegt hérna að Bad Habit var ekki á staðnum fyrir skelrunu þar sem hann getur með últinu sínu stoppað björnadæmisið. Það er mjög gott valið við því. ATD sá að Bard var ekki nálagt og tók á eftir að taka þetta bara topp. Það var hlýtur að vera hugsunin. Já, menn það er bara mjög sniðugt. Og það mitt setur rosalega mikið pressure á makróið hjá CBT út af því Gubbi Fitness bara að fara að vera í sidelines að pusha sig ykkur á lagi. Já. Og alltaf á þrettina reyna að taka inn upp turretinn þegar hann sér tækifæri til þess. Og CBT þarf virkilega að passa sig hérna hvar þeir eru. Já, hann að fara að vera þarna í hliðaragrinni sinni, en hérna að fara að vera hauslaus, kannski tekið niður? Nei, það ekki að fara að gerast og náður hérna hörfi í burtu. Hérna Gubbi sem komin í baklínuna, hérna on á þeim öllum, fyrirhæður, allir orðin svo hættulega lár og MIQ hérna að berjast upp Forty Gamer og þetta últið Demacia og að Twitch poisonið nóg til að taka niður Forty Gamer. Og hérna kemur þetta risa heal frá hauslausina gegnum töðlafið sitt, empowered. Já, þetta var smá unfortunate fight. Forty Gamer náði að hoppa á hérna MIQ. Já, við Það var bara því miður einn. Það var hérna Það samt núna að fara að gerast einhver skaði. Þeir eru allir hérna í einhverjum flöskuháls í drekapittinu og þetta kemur risa últ hérna frá honum. Adda að fara að gera nóg. Leikmaður hérna hleypur á Gubba og MIQ og reyna að geta skaðið hérna. Leikmaður tekið niður og Adda hoppar Andrésson á baklínuna. Bad Habit kannski fara að tekið niður af honum MIQ og Addi og hausa sína einir eftir. Ná að taka eitthvað smá tilbaka en þeir hljóta þetta niður í kjölfarið og þetta að fara að vera líklegast útrýming á Cool Beans team Ace. Þetta var einmitt, maður heldur alltaf að CBT ætlaði að reyna að ná alltaf fætið aftur tilbaka. Já, og En það ADT törnaði alltaf tilbaka. Það MIQ með damage hans og líka Regiment Odin, þetta chase damage fáránlegt. Erfiða hérna við teamkombi hjá Cool Beans team, þeir eru í raun ekki með neitt eitthvað svona klikkað frontline eins og ATD með Wukong og Gubba Fitnessina. Þeir eru í raun bara með Jarvan. Nákvæmlega, og hann stígur svo framalega, þannig að liðið þarf virkilega að vera framalega með honum smávegis. Já, þeir ná ekki alveg að svona, hvað segir maður, já, hann ekki að flysja handa liðinu sínu að píla svona í burtu. Hann bara engage og svo baklínan hans bara í burtu. Þeir deyja bara alveg út af MIQ og Dresinni hérna. Já, AB Twitch gerir svakalega mikið skaða, sérstaklega sem hann komin með næstu 2 items. Bad Habit, ertu með ulti út, með það. Við ætlum samt ekki að nota alveg strax og MIQ hlýtur á komin aftur. Og hann hauslausinn tekur actually killið hérna. Og það að fara að vera skýmtileitina, kíkja í orðabókina. Þetta að fara að vera Atgeir sem núna að birtast á rofið, já. Þetta hann Atgeir hérna. Og við erum að fara að sjá núna ATD byrja að taka þetta. En þetta að fara að vera hættulegu leikur hérna
þar sem þeir missa mjög mikið af resistance hérna. Þeir eru, já, ATT eru 4 meðan hérna Coolbeans team. Hérna er Addi kominn. Bara 3, Olti ekki minna. Dreston, orðin hættulega lár, hauslaus, er eitthvað að reyna. Gera eitthvað, Fortune Gamer gæti verið að fara að stela þessu af þeim. Hann ekki með risa ult frá honum, hauslaus. Dreston orðin hættulega lár, líka hauslaus. Fortune Gamer að elta. Redsmith Odin og Dreston núna komnir hérna í flösku hálsin hérna í topp bakrein. Og þetta er að vera Redsmith Odin tekið niður. Addi hérna passa sig að Dresinni. Og hér er MIQ mættur. Er það að fara að vera nóg? Þarna hoppar hann Fortune Gamer og tekur hann niður. Þeir ætlu ekki að lenda í sama og seinast. Og þetta er unnin bardagi handa CBT. Vá, ok, núna törum við CBT tilbaka. Þetta var, Fortune Gamer spilaði svo svaglega vel. Þetta var, ég fílaði líka flashið, bara ekki lefa MIQ stegi aðeins á framalega hana. Ætlaði reyna á Adda, en... Við erum að sjá hérna líka leikmann að taka hérna turn niður í miðjun á meðan þar sem hann var í botnagrinni. Og við erum að sjá hérna... Ætti að ná þannig tier 2 á midlane og tier 2 á toplane. Gubbi Fitness fekk tier 1 á botlane, en... var þetta er nú ekki það gott trade, myndi ég segja. En fengum minnst að segja eitthvað út úr þessu. Já. En, já, CBT turnaði þetta mjög mikið og eru núna komin í 3K gold lead, cirka bát. Já, og þetta er svolítið hættulega við að reyna að berjast við atgeir þegar liðið sem, já, þú veist, á móti er uppi. Þú missir bara allt armor, allt magic resist, bara að fer í burtu. Og þá getur Coolbeans team bara hlupið inn og bara drepið allt liðið bara strax. Nákvæmlega, maður þarf að smá passa sig hvernig maður tekur Atakan. Þetta er objective sem er einmitt svolítið, þú þurft að sitja á svo mikið weak side. Já, núna gæti samt MIQ, Gubbi Fitness er hérna að reyna. MIQ er rútið og það kemur bara frá langt í burtu Addi og Octopus, en núna er Gubbi Fitness hérna og Dresson að reyna að taka niður Adda hérna á móti. Gubbi er hann mjög lágur og hann er Octopus að gera skafa hérna í burtu. Redsmith orðin mjög lágur og bara hauslaus eftir hérna og allir ATD bara að detta niður eins og flugur. Þetta var geggja ulti hjá hérna Bard. Já. Þetta var mjög flott ulti hjá Bard Habit einmitt. Náðu Twitch sem var smá autopositionana og hérna bara börnið hjá Adda draf hann að lokum. Það þurfti ekki einu sinni hérna gin-ultið þannig. Já, er með hérna Liandris grímuna og svarta eldstafsins hérna og er að fara að taka niður léttilega Twitch hérna. En komin á Soul Point á hérna Coolbeans team. Já, efnir tekin hérna og efnisálinn gæti verið að fara í hag hérna til Coolbeans team. Og þetta er núna erfið staða hjá ATD. Þeir voru með leikinn svolítið í höndur núna en þurfa núna aðeins að passa sig. Ekki vera að taka alla bardagana eins og þeir voru að gera áður. Nei, það er mynd, þarna var þetta smá bara Twitch og Kott. Reyndu að gera eitthvað út úr þessu, en það bara því miður er CBT komin smá undan. Þannig þeir eru með svolítið gott damage, þannig... Já, og þeir eru konið með mikinn hérna, komið smá pening á sig hérna. Og líka Resistance sem er með alla þessa drega sem þeir eru með og Atakan líka. Já, nákvæmlega. Þeir þurfa svolítið að passa sig hérna. Bad Habit er núna að byrja að hafa ótrúlega góðan leik hérna að ná liðs hérna, félögum hérna hjá ATD. Sérstaklega rottunni hérna. Og þar var hann MIQ núna að passa sig. Já. Hann er svona stóri skaðinn hérna, handaðum. Þó restina liðin gerir alveg fullt, þá þarf hann MIQ að vera lifandi. Hann er svona aðal, myndi ég segja. Já, er aðallinn hérna handaðum og... Jace er svona close second. Já, svo þeir með mjög mikið af bara svona á í svona stórum skaða í kegnum Gubba og Dresson en það er ekki alveg jafn reliable sko. Núna er Baróninn líka kominn á rofið. Fáum líklega að sjá eitthvað skemmtilegt Barónfætina bráðum, en... Það myndi vera hérna handa Coolbeans team. Þeir eru líklegir að stjórna staðnum hjá honum Barón. Já, Coolbeans team þarf í rauninni bara ekki að vera Kott hérna. Nei. Og þá er það smá frýtt Barón, myndi ég segja.
þar sem þau eru með svolítið mikið lítið MIQ sem kominn inn á mættur Octopus þar sem hann er einn á midlane. Þetta sló frá MIQ er svo Það er bara erfitt. Já, með þetta AP ég nokkuð viss að slóið skeila mér þess að með AP. Það skeila mér AP. Já, þú getur ekki hreikt þig, sérstaklega einhver með engin hopp eins og Jhin. Mér minnir einu sinni, ef ekki ennþá, þá var alveg 90% sló eitthvað tímann á og segja bara eitthvað ruglhátt sem gera verkum, þú er basically bara rooted, skilur. Já, klárlega sko, það er hann gat ekki hreift sig þarna, ég hugsa að það var alveg í þessum 80-90% barna. Einmitt, var því með kott en það kom samt ekki út úr því það er að segja fyrir ATD fengu shotgun hans. Já, fengu smá vinning úr. En tók ekki Baron sem er bara skiljanlegt, þetta var ekki alveg nóg til þess að taka Baron. Nei, Addi er svona stór svolítið í að taka niður þá í þessum liðsbardöfum hérna. Sérstaklega sem hann er næstuð með 3 items og hann svona mid-late game away. Svolítið erfitt að taka svona stór objectives og vera í teamfight þar sem það er way bara að, gera svakalega mikið skaða úr bakljóninu. Nákvæmlega, við erum hérna að sjá líka að hann MIQ er kominn með Seekers Armguard, svo það ætti að reyna að halda honum hérna lifandi í næsta bardaga. Ef hann er náður eitthvað út. Óðinn og leikmaður eitthvað, kannski, já. Þetta er risaskaði hérna. Þetta kemur flott hunna hérna, leikmaður er ekki hræddur við Óðinn. Flassa bara upp á hann og bara tekur hann niður. Óðinn gat ekki tekið niður þennan stjóræðingja. Hvað damage? Jesús. Já, þarna var 3 item gangplank alveg að sína sig með Trinity Force, IE og vá, ég er að brainfarta. Hvað er síðasta item með hana sem ég er ekki að nefna? Bissan. Já. Collector. Collector, alveg rétt. Þetta var smá brainfart moment. En, á minnst sko að segja, við MIQ, það er enginn í kringum Bad Habit, þannig hann fer bara í burtu. Þessi... býttu. Er þetta eitthvað sem Addi þarf að passa sig að? Er silenced hérna, er með flassan, þarf líklegast að gera það. Flassan frá Adda. Og núna er hauslaus hérna, kannski var að tekið niður Dresson hérna, hoppar hérna á 40 Gamer og shutdown hérna, handa Gubba. Núna er bara að tapja að reyna að hlaupa í burtu hérna til hans Adda. Fær að komast í þægilegri stöðu hérna. Og þetta er bara frítt dráp hérna fyrir ATD og ætlaðir kannski að herjast hérna á efnir. CBT eru samt eitthvað ekki alveg að gefast upp á þessu fætti. Nei. Addi samt er ekki með TP. Það tapir eitthvað stríða Gubba hérna. Getur ekki náð honum. Doing bar things. Já, en MIQ er hérna ósynlegur og það er að passa sig á honum. Hann getur hent góðu töltaf hérna á Octopus og þeir ætla ekki að berjast hérna fyrir þennan drega. Nei. Þeir þurfa þess ekki. Þeir þurfa þess ekki. Þetta var sál fyrir CBT svo sem, en þeir eru ennþá með hérna 3 aðra sensa. Þeir ætla kannski bara að taka Baron. Þeir ætla að byrja á honum. Já. Leikmaður hérna gera risa skada hérna á Baronin og líklegast líka. Gubbi Fitness er samt að mæta. 40 Gamer er... on 1v4. 40 Gamer hérna með flash bara til öryggis og það er enginn á svæðinu og þetta er bara frýr Baron hérna. Þeir spilaði þetta æðislega í staðinn fyrir að hoppa og... Það var frábært timing. Já, í staðinn fyrir að berjast hérna upp á drekan þá hugsaði þeir, heyrðu, þeir hljóta bara að fara aftur heim og við getum bara að tekið Baron. Þetta var bara mjög sniðugt. Já, hann kemur bara steltið á tier 1. Já, og núna er MIQ kannski vanda. Nei, þeir voru eitthvað að reyna að leita hérna með öltinu frá honum gangplank. Já, tier 2 sem var tekin hérna á botlane og hérna... Já. Við erum að sjá fínasta mun hérna af gulli líka. ATD eru svona ennþá virkilega inn í þessum leik og þessi leikur ennþá mjög jafn. Nákvæmlega, þótt að CBT er með smá gulllead. Það breytir svo leiklu. Eitt gott teamfight og leikurinn komið strax í hendurinn á ATD. Nákvæmlega. Þannig það er bara, einmitt, spurning hvað verður gert næst. CBT eru með Baron. Já, og svona, þeir eru hérna að leika sér í læknum eins og en þeir eru samt kannski ekki að fara að gera neitt út úr því. Allir hérna... Nú svolítið langt í næsta objective
það er að segja sálinn fyrir CBT, en hérna, það getur verið að reyna bara að pussa eitthvað törn. MQ kannski að fara að tekja niður hérna flottu teamwork hérna. Óðinn reynir að venda eitthvað smá og á meðan Dreson kominn inn. Dreson ekki með neitt, þarna samt flott út frá hauslausi, hann Gubbi Fitness kominn hérna ón á baklínuna. Það að fara að vera nóg hérna? Addi, Octopus og Forge Gamer eru hérna ná að flysja hérna í burtu og þetta að fara að Dreson tekið niður hérna einn og yfirgefin hérna inn í miðjunni á liðinu og þetta gæti verið þeir ætla að reyna að taka niður turnin hérna. Minnjum að við erum rétt svo að koma inn á midlane, en þeir ættu mögulega að reyna að ná innhip. Það er spurning bara hvort að ATT vilja gefa þetta eða fæta þetta. Þeir eru með 14 leikmenn eftir. Últ frá þeim og þeir ætla Gubbi hérna leitir að ykkur að reyna að vernda þennan turn hérna. Octopus. Alltaf ekki minna gegn hérna frá MQ. Og Addi hún hættulega lágur og þetta að fara að vera mistök hérna hjá þeim. Forge Gamer tekið niður. Einnig Addi og þetta bara tapið Octopus að reyna að hlaupa í burtu. Þetta getur verið rétt svo nær hérna að taka niður Octopus og bara habitin eftir. Leikmaður tekur bara smá. Þetta var frábært opening hérna hjá MQ með oltið sitt og einmitt Gubbi Fitness bara strax að hoppa inn. Þannig að sá tækifæri til þess. Garen. Þessi leikur. Þetta er svo skemmtilega karakter. Já, nýfjafn leikur og þetta eru 2 turnar hérna teknir niður. Og þetta bara habitin á leikmaður, þeir þurfa að ná góðri tunnu, þarna risatunna hérna á Gubba Fitness, en sjá þetta híl frá hauslaus. Gubbi að fara að tekið niður, hendur í dífu sem ekki hans hag. Hann hefur þekkt þetta frá Laning Face að ekki gera þetta móti leikmanni. Og þetta eru samt 2 turnar hérna handa ATT og bara vel spilað. Já, einmitt, törnaði þetta tilbaka og hérna, já, fingurtfótursna meðan einmitt, CBT fengu innipturut, það er bara, minnst þetta að vera mjóið, opnaði middið miklu meira. Leiður búin að taka tier 1 á midlane, sem svo mikilvægt, þá ertu búin að opna mappið svo svaklega mikið. Nákvæmlega. Það einfaldar rosalega mikið fyrir ATT, þannig það er meira í boði fyrir þá til þess að koma sér virkilega aftur inn í leikinn. Já. Það er enda góðlít hjá CBT, en við skulum Við sáum það aðalega hérna hjá honum leikmanni. Hann var eini sem var, hann var 2500 gulli yfir restina af honum Gubba. En annars voru nánast allar akreinar jafnar. Já. Svo þetta er hérna aðalega á leikmanni núna sem að reyna að sína hérna leik. Þarf hérna að hitta þessum tunnum í þessum bardugum. Einu itemi frá full build. Já, við erum að þetta í mjög gott late game hérna. Já, en núna þetta að fara að vera hægt. The soul fight, Redmond top lane með TB samt sem aður, bakkar og TB tilbaka. Já, hérna leikmaður kannski að fara að vera fundin hérna, MIQ orðin mjög lár. Þarna hann að fara að tekið niður, þetta aðal maðurinn hérna. Octopus, Addi og Forge Gamer að reyna að berast í Dreson í baklíninu. Addi mjög heilbriðir þrátt fyrir þann barða. Þarna MIQ kannski að vera fundin. Gubbi hérna hleypur á Bathabit. MIQ hendur í Sóniastið. Forge Gamer strandar ofan á honum og ekki nóg. Octopus tekið niður á Gubba Fitness. Og núna Bathabit, Forge Gamer og Addi hérna hörfa. Gubbi hoppar með Blastplant. Forge Gamer að reyna að taka niður MIQ en hauslaus að halda lifandi hérna. Bathabit og Addi eru hérna eftir en þetta hlýtur að vera mjög... Addi hleypur í burtu mjög hratt með þessu TP og Bathabit lítur að detta hérna niður og ATT bara hreinlega rústar þessum bardaga. Og þá fá CBT ekki nóg sál. Þetta var áhugavert fight. Leikmaður kottana mjög early og Dreson strax tekur opportunity til þess að hoppa inn en því miður eru 3 leikmenn hjá honum svolítið impactir á að dreifa hann leikmaðurinn. Já. Og svo deyr Dreson, kemur frábært barndolti hérna á Twitch til að sem mögulega reyna að drepa að því Twitch er svo svaklega mikil carry núna, þess að hann gerir svo mikið damage og þú þarf bara að drepa Twitch. Því miður, það var bara Forge Gamer og Bard sem gátu einhvern veginn að hoppa til hans. Já. Og hann með Zhonyas, þannig að þetta var bara Barndolti og svo Zhonyas sem delayra ennþá meira. Þannig það bara... Hann líka með Banshee's Veil og þetta bara svo erfitt að drepa þennan Twitch.
Núna þetta bara að vera líklega bara Baron þetta mjög frí nema Forge Gamer hoppar yfir. Kemur einhver stílina frá Forge Gamer, hoppar yfir. Og ekki nóg samt núna að þurfa að berjast hérna á móti öllu liðinu. Hann hoppar hérna inn. Það bara að vera nóg mikið heal hérna frá hauslausi Serafín að gefa hérna í seinni part leiks. MIQ núna leita að einhverju öðru. Leikmaður að berast við Dresson. Og þetta að vera bara hörfun hérna og enduræsing líklegast fyrir CPT. Þeir þurfa að komast undir turn. Einmitt, einn kostur með Serafín hérna í late game, hún er mjög góð late game eins og hann Tvöldolf hennar í teamfight, eða þú ert ekki með enda-heal sem eiginlega enginn í CPT er með, sýnist mér. Við erum með ekkert anti. Ekkert anti-heal sem gera verkum að Serafín, hún er líka með Dawncore. Já, þetta er mjög erfitt hérna og þau þurfa kannski að fara að byggja núna. Það er kannski orðið aðeins og seint fyrir þá að taka anti-heal. En Nei. allavega þeir þurfa að gera það á næstu mínútunum. Já, en má benda líka á að ATD er komið með gold lead. Já. Eitt gott teamfight og það bara komið tilbaka í hendurina hjá ATD. Baron virkilega hérna að gefa og leikmaður, Gubbi gæti verið tekið niður hérna, leikmaður að elta. Þarf að hendi í leifturinn sitt hérna og kemst í burtu. Við erum að sjá eitthvað þarna, rétt, svo dodgear þarna Bartoltið. Hauslaus. Ég er samt í smá baba. Ég reyna að reyna á honum. Þetta hérna, Hauslaus er nefnilega bara virkilega að halda liðinu sínu á lífi. Gerum mjög góða hlutina á Serafíninu. Octopus missir hérna mikið af lífinu sínu, þarf hérna að enduræsa sig. En þeir eru samt einhvern veginn ekki að ná að brjóta niður heimabyggð hjá Cool Beans. Nei, þeir eru bæði með sko top, mid og bot wave. Þannig þeir gætu mögulega skipt þessu upp eitthvað einn til þess að ná turret. Gubbi reyndi að spila tunnuleikin, var ekki nóg samt. Náði einni en svo tók hann bara allt lífið sitt í skaða. Og þetta verður kannski bara smá aram síns mér. Já, núna er Gubbi fundinn! Þetta er ekki sem þú vilt hérna hjá ATD. Og þetta er núna bara geta líklegast ekki barið niður þessa turna hérna hjá Cool Beans. Þeir verða eiginlega að vera með Gubbi Fitness í bara eiginlega flestu öllum fights, myndi ég segja. Að því hann er svo, það er svo auðvelt fyrir Garen að bara sprint og hoppa á baklæðina þeirra. Addi, við sáum það í nokkur fights þar sem Addi var bara, það var bara allt í einu Garen ofan á hann og ekkert sérstakt píl. Þannig þau eru ekkert með eitthvað rosalega mikið píl í þessu liði. Nei, mjög erfitt fyrir það að flysja Garen í burtu og þarf hann að vera þarna lykil svona, hann er kannski ekki alveg lykil maðurinn hérna hjá ATD en er mjög mikilvægur fyrir þessa bardaga. Já, ég er mjög sammála. Það er nú dreki eftir minna en mínútu og þetta er sól fyrir bara annarkvort ATD eða CPT, þannig þetta er game winning eða game losing fight myndi ég nú segja. Já, þetta er að fara að vera líklega bardaginn sem endrar þetta allt ef hann endir í útrýmingu fyrir liðin og maður myndi svona til beita að þetta er Chemtech-sál en við erum komin það seint inn í leikinn og stakes are high eins og maður segir. Já, og hann er smá gildur hérna sem hann Octopus er búinn að setja upp. MIQ og Hauslaus eru svona bara að íta niður miðju akrinni hérna. Leikmaður ætlar að reyna að taka þessa skósvenna niður með einni tunnu. En þetta er kannski að fara að vera, Octopus tekinn hættulega látt niður hérna af Óðinn. MIQ í svolítið skemmtilega stöðin á millinu ætlar mögulega inn á Octopus. Octopus er ekki samt að fara að náður, ekki leikmaður næra að leiftra sér í burtu en núna er þeir fastri hérna á Dresson hoppar beinustu leið á Habit. Þetta er að fara að tekið niður leikmaður, hann kemur risaflott Bartöld. Dresson, Octopus er að fara að tekið niður hérna, Dresson er mjög lágur, Addi líka, Forge Gamer þarf að hoppa hérna yfir, er að fara að tekið niður hérna af Óðinn og þetta gæti verið leikur hérna hjá ATD, bara Addi eftir. Mér sýnist að Addi getur sem að drifa þessi waves sem eru. Þeir ættu að ná topp in-up og mid in-up á minnstakosti. Já, sýnist eins og þeir ætla að reyna að enda hérna. Þetta er að fara að enda í... Það er 30 sekundur, það er rosalega erfitt fyrir Adda að defenda þetta
Wave. Já, ég hugsa það að þetta gæti verið mjög dánir turtan hérna Addi, einn á móti öllu liðinu hjá ATD og þetta að fara að vera leikur hjá ATD enda hérna í Victory. Þetta var geggjaður leikur. Alveg, Þetta fór rosalega mikið fram og tilbaka. já, þetta var alveg bara, maður var að sjá góðan leik vera að spila. Það voru svona nokkri sem voru náðir hér og þar og leikurinn hélt bara áfram en bæði liðin voru að passa sig mjög mikið. Já. Og fór þetta svo jafnt allan tíman. Nákvæmlega. Þetta var geggjað. Já, og bara þakka ATD til hamingju með sigurinn. Og skemmtilegt að sjá svona geggjaðan leik. En næst á dagskrá að fara að vera ljósleiðarinn á móti Inappropriate Inc. En áður við förum í þann leik ætlum við að henda í örstutt auglýsingahlé og ætlum við að hoppa í þær. Býttu hann að skipta akrein?
Velkomin aftur. Við erum núna að fara að sjá skemmtilega viðureign það að fara að vera ljósleiðirinn á móti Inappropriate Incorporated. Hvað getur þú sagt mér við fáum að sjá svona skemmtilega line-up hjá liðunum núna, það ekki? Já, byrjum bara á League of ljósleiðirinn. Við erum með top lane er hann Magic Mickey, jungle er það hann Hafrar, mid lane Cape Landin, bot lane Gvendur og svo support Dustin. Þetta er bara mjög svipað og við sáum síðast. Og ég held að sé líka bara svipað hjá Inappropriate Inc. Byrjum bara Já, mér sýnist samt að Tetis er ekki að spila Já, núna. reyndar, það er góða punktur. En top lane er það Marin og Ingi, jungle Atli Kúlkid, mid er það Stefán eða Avian Creed eins og hann heitir in game. Bot lane er Hannibal og support Brimsi. Já, hérna sýnist mér að við erum að sjá nýjan í toppbakgrunni heldur en seinast þar sem ég held að hann Jökull var að spila í topp seinast. Já, einmitt, það passar. Og núna er Marino komin inn top lane fyrir hann. Þannig það er bara spurning hvernig það verður, hversu öðruvísi það verður. Já, og við ætlum bara að líklegast bráðlega að fara að skella inn í draftið. Við erum að fara að eftir örskamma stund líklegast hoppa þær inn, sjá svolítið hvað þeir eru að spila. Ég myndi þekkja til Tetis og Hafrar, en fyrst að Tetis er ekki, þá get ég talað hvað Hafrar er þekktur fyrir að spila. Já, Hann er þekktur náttúrulega fyrir fiskinn, eða fiss. Hann tekur, ef hann er opinn, þá er hann tekinn. Svo þetta er eitthvað sem Inappropriate ætti að reyna að banna út, sko. Já. Hann var nefnilega alveg hættulegur fiss one-trick einu sinni. Já, einmitt. Það er einmitt spurning hvað við sjáum hvaðan Avian Creed eða Stefán pekki á móti Fizz ef það verður pekt. Hann er svolítið mikið pekka sér að, veit ég. Þannig það er spurning hvort það verður einmitt ekki sér að það er ekki mjög góðar í Fizz, myndi ég segja. Nei, en við getum alveg byrjað draftið bara eins og erum við að fara að sjá hvað þeir eru að fara að velja. Og við erum ekki með fyrsta bannið hjá ljósleiðarunum þar sem en það er að fara að vera Allistar. Allistar, það er klassík bann og annað mysterious bann. Við þurfum að heyra frá þetta er Sindra bann. Já. Fugl sem sagði okkur það. Og annað invisible bann. Það er eitthvað verið að stríða okkur þetta grafíkina. En þetta er Kane bann. Það er einmitt direkt bann á bankastjórunum. Já. Og núna fáum við sjá Ari. Já, við fáum að sjá Ari bannið. Og mér finnst það ágætt. Ekki bannið á League of ljósleiðir samt. Quinn er áhugavert bann. Já. Það er beint á Marino er það ekki. Ég myndi hugsa að þetta er eitthvað sem þú ert að taka af einhverju sem spilar Quinn, því að þú ert ekki bara að banna Quinn bara af því bara, hún er ekki mikið spiluð. En við erum að fara að sjá svo Jarvan bann sem er Jarvan er picker bannina. Já. Það er svolítið svoleiðis. Diana finnst þetta vera, já, ég ætlaði að segja ég var Monstella sem myndi picka, en Diana er skemmtilegt pick. Já. Mér finnst, ég er að gíska þetta sé Diana jungle. Já, það væri Diana mid er ekki eins svona. Nei, ég held líka að Hafrar er ekki mikið að spila Diana, allavega ekki svona, hann er ekki þekktur fyrir það. Nei, einmitt. Svo. En Diana jungle mér sýnist að virka bara mjög vel. Já, en bankastjórinn, hann hefur spilað eitthvað Viego held ég, hvort það var seinast þegar við sáum meðvirknina. Já. Það var off-stream leikur hjá þeim, man ekki nákvæmlega hver, en þeir rústuðu leiknum, bankastjórnum var á Viego, var það ekki Cabo? Ég held að það var á móti Cabo, hann var ekki 17 kills á Viego. Alveg bara 1v9 eða leikur við, en hann er Viego-pekki, það var skemmt að sjá. Zac. Já, Zac þá í toppagreinir ég að hugsa, það er skringilegt, myndi ég segja. Það er skemmtilegt early pick, nema þetta sé skemmtilegt support pick. Já. Það væri smá cook, en hver veit.
inappropriate en að elda eitthvað. Þeir eru Sagt topp samt eitthvað sem þú sérðu ekkert. Ég mann þegar það var huge thing Já, á tímabili, en núna, nei, Thresh er skemmtilegt pick. Thresh finnst mér vera svo mikið gamble að picka í svona tímleikjum, af því það eru svo margir karakterar sem eru svo 10 sinnum betri og bara 10 sinnum meira öryggi, eins og Nautilus, meira að segja eitthvað eins og Blitzcrank. þetta er svolítið Þannig þetta er comfort pick. Já, Thresh er svolítið að já, hann Fær smá style points. Þetta er smá style points, en við erum með Varus. Varus með þessum Thresh, fínt svona að ná fólki, þetta lið eins og þetta Já. komið núna með smá svona catch komp hérna með Varus og Thresh. Fínustu svona, já, últi frá Varus getur verið hættulegt. Og líka bara Diane-oltið, og svo Varus oltið kemur í gegn og það bara allir eru rútið. Já, Það er spurning hvað inappropriate pickina til þess að countera þetta mögulega. það er hugsun. Þeir eru allavega já, aftur líklegast að stríða okkur eitthvað hérna. Krafti sýnist mér. Já, þetta er mjög skemmtilegt hérna síðan. Það var Rakan. Já, já, svo við erum að sjá hérna þá Rakan. Já, þá myndi ég hugsa að ljóslæðurinn væri að fara að banna Sæju. Ég svona myndi allavega búast við því nema þeir vilja vera á móti Sæja Rakan. Rakan væri mjög fínt. Eða Sæja að minnst sem væri góð inn í Varus Thresh að mínum mati. En við erum að sjá Galio bannina. Já, erum við hérna að bara, já, ég hugsa að þetta er bara eitthvað sem Hafra vill ekki vera að spila á móti, en sér hérna að það er ekki búið að banna Fizz. Þetta er eitt af þessum svona Er Hafra að fara að fá að spila Fizz í Yorick bannina hjá inappropriate? Vil ekki vera út þessu og já, það er fiskurinn opinn og ég myndi alveg hugsa að ljósleiran tekur það. Það er eiginlega bara, ef hann er opinn, þá er að fara að vera Fizz. Og þeir ætla kannski bara að banna núna eitthvað sem er gott á móti honum. Kannski eitthvað eins og Lissöndru eða eitthvað þannig. Já. En býðum með það eins og þetta er að detta inn og það er að fara að vera ekki sýnt hvað þetta bann er. Hvað maður veit eftir örskamma stund. Það er spurning. Já, hann Valdimar hérna, vampíran er bönnið hérna. Það er fínt pick á móti Fizz. Já, jú, ég nú þekki ekki Fizz counter matchups eitthvað rosalega vel. Hann sagði mér fyrir langa löngu að það var eitthvað hann kunni að spila móti Vladimir en kannski virka það ekki ennþá. Já, nei, okay. En Sæjan, já. Sæja, það er mitt, eins og ég sagði, minnst bara svo mikið öryggi í Sæja ulti og mér er það bara, þú veist, píl hennar, þú veist, self-peeling hennar. Já. Þú veist, án þess að vera með Rakan er svo gott. Renekton er líka toppleinin sem er búin að sjá mjög mikið, þannig ég er að gera ráð fyrir þetta sé sagt topp. Já, ég hugsa að hann mun hafa ágætlega erfitt svona snemma inn í Renekton. Svona þetta fer mjög mikið eftir bara hvernig hann spila. Ég held að það sé mjög erfitt lane, bara almennt. Ég held það sko. Ég myndi ekki vilja spila Sakk hérna á móti og hann er hann fiskurinn. Og verð ég spenntur að sjá hann á sinni hetju. Það er bara spurning hvað inappropriate pickar hérna á móti. Náttúrulega, eins og við hefum séðan ásérað. Það er spurning hvort við fáum að sjá eitthvað svona meira svona passif eins og Malzahar maybe. Já, ég myndi hugsa Lissandra líka opinn. Malzahar er líka opinn. Já, Malzahar. Þetta er að fara að vera þá, jú, Fizz Malzahar. Vonaðan kann að spila út þessu því annars er þetta að fara að vera frekar leiðilegt. Malzahar nú, já. Hvaða karakter fílar að spila móti Malzahar, let's be real? Er það ekki bara svona geðveikt outranged karakter eins og Serath og kannski Lux eða eitthvað? Eitthvað sem er ekki einu svona í range á oltuna hans. Fizz, skemmtið þér. Já, hann þarf að fara inn og einhvern veginn að ná þessum spellshield líka af honum. Þetta er mjög leiðinlegt að vera móti þessu sem Fizz. Já, einmitt líka spellshield, man gleymir þau alltaf. Já. Þetta er samt svo, já.
Já, ég bara svona innbyggt hérna og ég ketti hjá honum að vera pirrandi. Mhm. En Og svoleiðis. já, ég hugsa að þetta að fara að vera ágætlega skemmtilegt. En við ætlum bara að hoppa beinisleið inn í leikinn og erum að fara að sjá hvernig þetta verður spilað. Einmitt. Minnst líklegt við séum að fara að sjá bara eitthvað 5 points, kannski eitthvað en veit hérna hjá ATD. Já, við erum að sjá allavega alla hérna hjá, já, við erum með ATD og CPT hérna. Þurfum aðeins að lagfæra það. Ég meina innveit hérna hjá líka ljósleðarinn, ekki hérna Jökull F er að spila ekki Marinó, það er smá hérna ruglingur þar, við öskum það. En Avian Creed geti verið gott hérna, nei. Já, og Þeir eru samt svolítið awkward stöðana. Það hefði verið svolítið fyndið að sjá eitthvað svona hérna eitthvað svona sandwich playðana. við ætlum að hoppa inn í skemmtilega litla pásina til að laga grafíkin eins og en við erum allavega að sjá hérna frekar þægilega byrjun eða reyndu að innveita. Þau voru að koma í svolítið svona weird sandwich stöðu sem ég svona mér leiði eins og ef Jökull F hefði fært sig og líka þú veist hérna Avian Creed og þú veist hefði þeir báðir svona sandwichað á Dozen. Já, þá hefði eitthvað gerst. Það hefði eitthvað gerst en þeir bara eiginlega báðir fóru bara. Já. Sem er svona the safe play I guess en þú veist það er svona smá pannisa. Já, við viljum hoppa aftur inn í leikinn og fáum að sjá en þetta já Jökull að spila. Við fengum vitlausar upplýsingar í grafíkinni áðan. Og þá er þetta bara sama lið og við höfum verið að sjá. Já, í rauninni. Þannig hérna einmitt, þetta botlane Thresh, Varus og Zyra Khan þetta er smá svona meira Zyra Khan favorite myndi ég segja. Já, við erum að sjá alveg jú, við erum cleanse hérna hjá Gvendi inn í þetta. Ég er að pæla hvað hann ætlar að cleansa. Getur þú cleansa Malsáröltið? Ég held ekki. Nei. Og ekki heldur nokkabið hjá, hugsaðu þetta Charmið eða eitthvað þannig? Charm og Root. Já, við erum með Root frá bankastjórunum og já, Sæju líka. Svo við erum kannski bara að sjá eitthvað. Þetta er bara smá slóbyrjunina. Það er Jökull líktur niður turnina, 1 CS, þarf nú að berjast við þessa skósveina reyna að ná þeim, þetta er erfitt. Já, junglerinn eru að patha í sitt hvora áttina, bankastjórinn eru að patha bot meðan Dozen eru að patha top lane. Avian Creed tekur mikil skada móti Hafrar. Ég held einmitt að midlane gæti verið smá erfitt í byrjun fyrir Malsar, myndi ég segja. Ég held líka að Hafrar er það góður á fizz að hann tekur bara hvert opportunity sem hann getur til þess að taka eitt gott trade á móti Malsar, sérstaklega pre-level 6. En Jökull F hoppar bara innan á móti Cape London og er að mörla first blood. Rétt svo kemst í burtu, notar flassið sitt og það er ekki að vera nóg. En Hafrar hoppar inn og nær electrocutin á Avian Creed og hoppar inn og er með Ignite first blood inn á fyrir Avian Creed og þeir báðir fekla samt sem aður. Já, en þetta er fiskurinn að reyna að taka niður Avian Creed áður en Malsar byrjar að fá þetta leiðilega úlk og tók turret shot og pæling að hvað er að fara að vera þægilega hann fekk auka gull, hann Avian Creed og bara fiskurinn kemur með hring aukalega og bók niður í miðju akrein En þetta er leiðilegt.
Það núna bara svolítið að passa sig. Núna kemur smá auto-push simulator innan framhalsar, en Já, það er virkilega kannski að fá hjálpina frá Dosen hérna. Eða Dosen. sýnist einmitt. Já, Dosen vill kíkja eitthvað með þetta, en það er mögulega bara, já, það er engin ástæða fyrir Eyvind Krydd að vera að stíga eitthvað mikið framar. Gvendur samsemaður er mjög lár. Já, hann þarf vel að henda í smá, eins og maður segir þetta í orðabókinni, enduræsingu. Já. Ég sem sagt þarf að fara heim og að fá smá líf. K-blandarinn hoppar á Jökul, gerir smá skada. Svolítið að leggja einelti hérna og Eyvind Krydd, þú þarf að passa sig á sem fyrst geta að gefa flassið, hann hittir ekki, það núna hörfa þessir Void Grubs eða Void Lings ráðast hann. Jökull núna þarf að passa sig, samt með passinu sitt uppi. K-blandon hérna gæti verið tekið niður hérna af bankastjóranum. Nær passinu en þarf núna að reyna að hörfa, en þetta er bankastjórinn. Ætlar hann að byrja að snjóbalta sig áfram. K-blandon fær mjög lítið úr þessu færanda passi við hérna hjá Jökull sem gæti nýst nú vel í sinna trades. Það var hérna að reyna að hlaupa í burtu frá Skógsveini sem gat drepið hann hérna. Bankastjórinn er mættur á miðjuna. Það ætla bara að passa að Hafrar sé ekki að reyna að gera neitt silly, en Gvendur ennþá mjög lágur. Bankastjórinn ætlar að reyna mögulega bara að flassa. Hafrar er Harða ekki einu sinni, Brimsi á meðan. Komin í tower dive. Já, þau taka niður Gvendi hérna í kjölfarið. Bankastjóri komið núna með 2 kill. Þetta er hættulegt hérna. 1-4 handa inappropriate eins og Kannski erum við að sjá hana svona annar veg og kabóleikur. Það er bara möguleiki. Það sem hann er byrjaður á bara mjög gott rólina og hefði komið með sín item, þannig það bara lukkar allt vel fyrir þennan Vego. Já, og við erum að sjá hérna, Jökull er að hafa eins þægilegri leik núna, komið með smá levels, næra regen alveg, meiri hlutan af skadanum hérna sem K-blandon er að gera. Hafrar voru að passa sig samt, þetta er Malsar með ult. Nær Electric Proccune samt, mjög gott trade. Nær góðu skada hérna, já, en þetta er að fara að vera ult frá honum. Hafrar tekur hann hættulega hátt niður, ultar hérna á móti, en það er bara 1 autoattack frá honum og þetta er mjög dáinn Eyvind Krydd. Hættulega hvað fiskurinn getur gefið með engin skada. Þetta var bara, maður gleymir hversu mikið damage fiskirir. Já, þetta er að fara að vera núna kannski bardagi hérna fyrir hann Eld. Damwon, Honeybun. Rétt fiski kjúið. Dosen vil tekin hérna niður. Bankastjórinn er mjög sterkur eins og Þeir eru að reyna að taka niður Magic Mika hérna og Gvenden. Þeir ekki reisa þetta spá. Já, en það hlýtur að vera núna að fara í hendunar hjá inappropriate þar sem eina staðinum er hann Mikki og getur ekki gert mikið hérna. Bankastjórinn. Jökull hættulega lárin í toppleinunni. Já, þetta er að fara svolítið eins og maður var að búast við í þessu Renekton Zac matchupi. Hann er ekki með besta laning phaseið. Þetta gæti verið dáinn samt K-blandon. Og þá tekur hérna. Ná að deinu. Þetta er að fara að vera svolítið verra handa Jökli þar sem svo mikið af þessum skósveinum er að deyja undir turni. Hafrar er eitthvað að leita. Það er annað gott trade hérna á. Þetta er hættulegt. Bara það sem hann gerir er að hann kúar án þess að íta töðaltvaff og það kemur samt últið. En við sjáum ekki það dráp, en við erum að fara að sjá risa turnadæf hérna frá Honeybun og Brimsa. En Hafrar drepur Eyvind Krydd í miðjunni á meðan. Svo erum við að sjá hérna maðkana núna vera teknir en af bankastjórunum. Einmitt, á meðan midleinið hjá ljósleiðarinn er gangið mjög vel, það er botleinið hjá inappropriate. Bara alveg að rústa þessu. Bankastjórinn samt sem er í smá bobba hérna. Er með últið en er ekki að fara að ná að nota Dosen og K-blandon. Taka sér smá ávinning hérna af honum bankastjóra. 2 maðkar handa ljósleiðarannum.
Shutdownið. Og já, þessi ávinningur hjá, sem var von á bankastjórunum. Hafrar hérna eitthvað að reyna að stríða Avian Creeve sem ekki með alveg nóg mikið skaða núna bara með Þar vil að ná að nota últið hérna á Hafrar til að reyna að drepa hann. Já. Við erum svolítið að sjá hérna svona gullmununa núna í botlane handa inappropriate þar sem þeir eru konur hérna með 2 kilo mjög yfir í farmi. Já, og einmitt sagði komum first item. Júntal, það bara góð byrjun fyrir sagði, ekki alveg nóg til þess að það ekki alveg game chasing fyrir sagði, myndi ég segja. En Brimsi hérna að reyna að taka niður Mikka orðinn mjög lágur. Honeyban að drita á niður, hann kemur últi frá Gwend og næra að stoppa þá. Þetta var mjög fínt Þetta var mjög gott punish á Thresh þar sem hann eiginlega mátti ekki verða hana. En Gwend núna inn í lane með mjög lítið mana. Ég held að þeir halda að fara að pusha á rinnuna í plates. Þeir eru komin með 3 plates. Ætla bara að hoppa í eitt tower dive hérna á Gwendur. Gwendur getur verið tekinn yfir Honeyban og Brimsi kemst í burtu. Dósin samt mættur en þetta Sayra kann empowerment sem hann fær. Alveg svaka damage kemur út í og líka flott hérna flash frá hérna Honeyban. Já, og við erum að Þið ágætlega jafnt núna inappropriate hessan með hann gullmun. Aðalega líklegast í þessari botna agrein. Núna erum við að sjá bankastjórinn kannski að fara að rölda niður hérna til að ná Hafrari, en þetta fiskurinn, þarf að passa sig. Og hann kemur últið, notaði að fara að vera tekið niður líklega, er með flassi, næri ekki að nota bankastjórinn. Þetta var ekki timing, ég fílaði þetta. Komin með hérna 3 kill. 3 kills og ég myndi segja líka 300 gold shutdown á Sæju. Það spurning bara hvort að Dósen getur gert eitthvað mikið í þessu. Þurfa náttúrulega, myndi ég segja, alveg smá stakk af ultis, bæði Diana ulti og Varus ulti til þess að reyna að ná að drepa Sæju. En hún samt Sæja með Sæju ulti. Mikið rétt, og við erum að sjá þetta líka hérna núna hjá honum Malzahar. Var að ná sér í Blackfire Torch. Já. Staf svarta eldsins og 2 bækur. Núna smá bardaginn að gerast. Jökulsamt með passífið sitt uppi, ekki mjög hræddur hérna. Dawson samt á leiðinni. Jökulsamt bakkar mjög snemma. Já, vil ekki vera að berjast neitt of mikið hérna. Það var ennþá að sína fína takta hérna. Gerir hérna helmingina lífinu hjá Avian Creeve. Hann kemur últið, hitti því miður ekki. Og Avian Creeve reynir ekki. Hann ekki með flassi, hann ekki búinn. Þarf ekki últið, hann eignandi komið og þetta mjög dáinn Avian Creeve. Þetta ég að segja hérna meðan Hafrar. Hann spilar fiskinn eins og engan aðran. Maður sér það bara mjög vel. Þetta eru mjög góð trades á móti Malzahar. Karakter sem getur henni gert það verkum og þú ert svolítið hræddur við að taka trades, en Hafrar ekki hræddur á móti hennar Malzahar. Ég hefur verið að spila þetta matchup örgulega margoft hérna. Já. Núna hann Bergur kannski. Magic Mike, hann eitthvað smá. Bankastjórunum má ekki verða náður aftur inn að Brimsina flott nokkuð við. Bankastjórunum komin aftur inn. Hafrar tekið niður á bankastjórunum. Núna Dósen hérna að reyna að berjast við Brimsa, en Honeyban gerir svo mikil skaða og tekur niður liðið hjá þeim. Þetta Magic Mike getur meiri sér að dotti hérna á móti Honeyban. Það möguleiki, hún og hann kemur últið. Nýtti sér það ekki á defensive hátt. Nei, það þess ekki. Núna komið slatti gott shutdown hérna 550, komið 5 kills og sömuleiðis Viego komið 4 kills. Þetta bara gott ról hérna hjá Jungle og ADC hjá inappropriate. Komin yfir með 4K gold lead. Það slatti gott, myndi ég segja. Mikið rétt, og inappropriate út að stjórna leiknum eins og það í raun bara hann Hafrar hérna sem að svolítið svona, og K-Blandon að vinna lane eins og alveg í farmunum og svoleiðis. Með mjög góðan leik þar. En hann þarf að byrja að færa þetta lead svolítið svona yfir á liðið sitt. Eða vilja reyna að
koma sér svolítið aftur inn í nýjan leik. Já, það er minnst líklegt að Hafrar sé mögulega að fara að reyna að róma eitthvað meira. Mitt ábotlein. Reyna að stoppa hann að segja eins og við erum að fara að sjá núna. Hann er mættur, hann kemur últið út í ranga átt, var að reyna að halda að hann Brimsi hefði hoppað í áttina að Sæju, en það var ekki. Og hann bara hoppar aftur í miðuna. Sjáum við það Hannibal og hann kemur húki frá krókurinn hérna frá Mikka. Og erum við að sjá kannski dífu hérna. Þeir eru mögulega að fara að reyna að taka þetta turret bara. Já, þeir hugsa ekkert. Þeir geta það, það er samt daginn á leiðinni botlein. Þurfa að passa sig svolítið. Þeir ætla ekki að... Fyrst mögulega líka. Hann er eitthvað að hugsa til það. Já, Gvendur og Mikki hann að reyna að halda þessu uppi. Hann kemur... Það var að reyna að gera eitthvað skaða eða nær. Hann kemur últi frá Malzahar. En það er ekki bara að vera nóg. Á þessum punkti í leiknum. Núna hlýður samt törnin að detta niður hérna í botnagrein. Kemur að kann alltaf í gegn. Og Hafrar reyndar í svolítið mikið bobbaðina á myndlein. Vasti kemur frá Stefáni og... ætla að reyna að gera eitthvað hérna á móti en... bankastjórinn er svolítið að stjórna leiknum eins og er. Gvendur hérna gæti verið í smá bobba hérna. Magic Mikki eru næstum að taka niður Brimsa hérna. Redemption er ekki nóg til að bjarga honum og Gvendur næri hérna ávinning á Rakaninn. Þetta var að vera núna Gvendur og Magic Mikki að taka niður Hannibal. Næri hann myndi törnin frá Magic Mikka og þetta er shutdown. Fyrir þá, þetta er smá gott hérna. Fyrir ljósleiðarann. Nú er K. Blandon að fara að berjast hérna við bankastjórun. Það er orðin mjög lár, þarf að hörfa. Þannig kemur Diana últið og er að fara að taka niður Jökull. Komin í passífið sitt. Evian grifir ekki með últið. Þannig kemur K. Blandon og byrjaður að gera svolítið mikið skaða hérna yfir á inappropriate. Jökull hoppar í burtu. En þetta er sem K. Blandon þurfti að gera. Þetta var frábært fætt. Þetta var bara fætt eftir fætt. Botlane frábært. Sæja flash frá Hannibal aftur eins og við sáum fyrir nokkrum mínútum síðan. Og einmitt, þetta turn of fight. Alveg klikkað hérna hjá honum K. Blandon. Orðin mjög sterk krókudil, 6.900 með Eclipse líka. Já, það er að fara að vera hérna Skellrún handa ljósleiðarum. Eru hérna að reyna að koma sér aftur inn í leikinn. Er núna bara 3.000 gull á milli liðana. Já, og verklega svo það. En hérna, botlane er komið midlane núna, sínist mér. Fyrst alltaf, nei, ekki alveg heita Hannibal, en... er rútið hérna samt Magic Mikki þarf ekki að reyna bjargunum. Er samt ekki á réttum stað til að gera það. Hannibal næri ekki að taka Hafrar. Hafrar hoppar inn, hann er ekki búinn, en hann er því miður alveg búinn og er tekið niður hérna af Hannibal. Og þetta er að vera turnin líklegast hérna, handa inappropriate. Þetta var nú svolítið áhugavert að fara hann inn. Já, hann var með einhverja hugmynd. Þetta var svona Fizz-syndrom. Já. Svona eins og Lee-syndrom. En... Núna er Dósir og K. Blandon komin hérna í baklínum. Hann kemur húkið hérna frá Magic Mikka. Það er kannski að vera nóg. Hannibal halda sér hættulega mikið á lífi. K. Blandon núna á móti öllu liðinu. Nær að taka niður báða. Þetta er hræðilega... skelfilega... klikkaði krókudíll. Og nær hérna... Þetta 3 kill hérna handa krókudíllu K. Blandon. Stjórnaði sem barða á Gvendur. Fær hérna double kill. Eða... Þetta fætt var 100%. Tvífellingu handa Gvend hérna. Þetta fætt var 100% inn í höndum hjá inappropriate, en svo kemur K. Blandon og bara nei. Hann er virkilega hérna að færa svolítið þetta CS mun sem hann fékk í top A-grein yfir svolítið núna liðið sitt með því að byrtast í þessum bardugum. Já, drepur botlane Særa Khan parið á saman tíma, smá romantic, en hérna já, Sæja fekk ekki að gera neitt meira, hún fekk hvað, 3-2 kills. Ætlaði ekki að gefa henni fleiri. En það er dreki uppi. Magic Mikki hérna er svolítið ekki það sem hann á að vera. Svo skölldu maður í hárgreiðslustofu er að fara að vera tekið niður líklegast hérna í læknum. Og Jökull F líka, sýnist mér á myndlinu, þar sem hann er heldur ekki þar sem hann á að vera. Núna er Dósin á milli
brimsa á bæjarstjórans hérna og að fara líklega að tekið niður hérna, næra að flassa hérna í burtu, leiftar sér í burtu og Dósin að reyna að hörfa hérna frá aðstofamanninum og frumskóðamanninum en K-Blandon mættur. Hvað ætlar hann að gera? Hann sér hérna bara, hann þarf að últa í burtu. Ætlar að vera að hoppa inn. Hann ætlar að hoppa beint á bankastjórinn, þetta að fara að tekið niður. Nei, með sig í samkvæmni að halda sér lífi en þetta mjög dáinn Hafrar. Geggja tvöldur frá Rakan. Bankastjórinn, hann ekki að fara yfir vegginn. Ætlar hann að cancela. Gvendur hérna einn núna og yfirgefin í rauða frumskóðinum hérna. Að reyna að hörfa hérna frá bankastjórunum sem ekki með últið sitt. Kemst ekki hann. Magic Mickey, aftur. Hann eitthvað týndur en það skiptir ekki máli. Rétt svo missir samt hérna Q1 á sig. K-Blandon hoppar inn. Magic Mickey núna reyna hérna að stoppa bankastjórun að komast á liðið sitt. Þetta orðin alveg mjög fljótur leikur. Við erum að sjá hérna alveg 35 dráp á 20 mínútum. Já. Núna Atgeir kominn á rofið. Hann Atgeir. Hann mættur. Hann Atgeir. Og bankastjórinn byrjar hérna á Atgeiri. Þeir ætla bara að drepa hann á Atgeir. En hérna... engin nema hann Hafrar hérna. Og þetta bara líklegast mjög frítt hérna. Þetta bara mjög frítt. Mér finnst ég sé mjög sjaldan lið taka Atakan strax. Mér finnst þeir alltaf býða svolítið með það skiljanlega, svo sem, en þetta var bara, ég fílaði bara hvernig þeir ákveða bara, já, skiljum bara í þetta. Já, og við erum að sjá hérna núna Skelrúnu vera að nota hérna í miðjuna. Gvendur getur tekið turninu, þurfu ekki nota, jú. Nei, misti lífið. K-Blandon, þú verður að byrja að ná þessum turni hérna, en fær ekki. Það ekki að leifa Molti kemur í gegn hérna frá Stakk og gerir svolítið mikið skada. Já, Mikki Blashhawk, Mikki sýnir flott að takta hérna og næra að taka niður Jökul með þökk hans. Brims reynda mættur og reynda Dósin, en ég held að sé nú ekkert, kemur ekkert út af þessu, en hérna tier 1 topplinn samt uppi, by the way. Já, þeir halda þessum turni. ekki að taka hann. Ljósleiðin virkilega þarf að berja niður þessa turna hérna. Hafrar byrjar á botn Agren turninum og nær kannski gera það. Honeyman á leiðinni til að stoppa þetta. Hann því. Jú, hann nær þessu. Hægt og rólega. Já. Ávinningurinn hérna. There we go. Þetta að fara að vera ávinningur fyrir að taka þennan turn niður. Og gullmunurinn þarf að minnka smátt. Bara 2000 sem ekki mikið. Það ekki mikið. Ég meina, ATD, hérna CBT, þau voru í CBT voru alltaf í 3.000 til 5.000 gull mun og ATD unnið þennan leik. Þannig. Nákvæmlega. Anything can happen. Gullmunurinn segir eiginlega ekki neitt nema hann sé astronomically mikill. En já, og við erum að fara að sjá kannski, við erum að fara að sjá bardaga eftir annan. Það endalausir bardagar hérna. Þeir eru hérna að safna saman á miðjunni núna, Aðall og aðstofamaður hjá báðum liðum. Já, og svo Drekja að spána hérna eftir 2 mínútur. Það má benda á að Inappropriate með 3 drega. Já, það áhættulegt. Það svolítið erfið staða fyrir ljósleiðarinn. Það núna bara, ljósleiðarinn þarf alltaf að fylgjast með dregana og passa þessu lifandi fyrir Soulfight. Annars ertu að gefa reyndar Chemtech Soul, af hverju Chemtech Souls alltaf í dag. Mikið af efnaskaða og rofinu í dag. En nei. Hún Dósin að reynda að leita að ykkur. Annað kemur króku frá Mikka, ekki nóg. Það gæti verið svolítið hættilega stöðu. Þeir eru smá bold með það að þeir eru 4 mitt hérna hjá ljósleiðarinn, en já, en svo sem ég segja. Leikurinn eitthvað að hægja á sér eins og Við erum kannski ekki að fara að sjá jafn mikið skada hérna þangað til að drekinn kemur. Hann efnir. Mætir rofið eftir 50 sekúndur. Já, efnir. Ég var búin að gleyma þannig. Já, efnir. Það efnir, tæknir. Það þessir Hextech og Chemtech. Já. Og eldur, bergur, Særún og loftur. Þetta skemmtilega. Og svo öldungurinn. Við erum ekki búin að sjá mikið af honum. Nei. Ég held bara aldrei á streymi, nánast. Öldungur? Hérna ekki. Er það ekki bara teknikal? Öldungur. Það elder. Ó. Öldungur. Já, elder. Elder, já. Ég var að rugglast.
Ég var bara, hæ? Já, Það er ekkert lightning dregi. Nei. Það er hann öldungur, elder. En við fáum, ef við erum heppin í kvöld, þá fáum við að sjá hann. En það er núna bara 5 sekúndur í hann efnir og... Ætli það er bara, kannski bara... Ég held að það geta ekki bara... Þurfa að hlaupa hérna inn. Það er þó engin jökull, er með teleport. K-Blandor bara hoppar beinustu leiðin. Hann er að fara að taka niður Honeyban. Er tekinn hættilega lágt niður hérna, ná húkunu á að brimsa. Þarna er fiskurinn, úldar að malsar og er tekinn niður. Hann ekki með jökull, stór að gera mikið. Mínvæl er Honeyban að gera svo mikið skað á liðið og Gvendur einn eftir og þetta var þvílíkur bardagi og inappropriate kominn við sál og þetta er útrýming á ljósleiðarunum. Vá, það var ekki eins og eitt kill en að vera ljósleiðarinn. Það bara... Honeyban var í svo frábæra stöðu allan tíman. Hérna, K-Blandon hoppar á sæði mjög snemma. Kemur sæði alltaf í gegn, það er ekki meira sem ég getur gert. Jökull F hoppar inn og eiginlega bara á saman tíma og Dustin hoppar inn og Dustin hefði held ég náð bara 4K eða 3K ulti. Hérna, nei, hann deyr bara strax fyrir það. Og þá er það bara Baron innan fyrir inappropriating og þeir eru komnir í næstu 6K gold lead. Við erum að sjá hérna risa gullmun að myndast hérna, sérstaklega eftir að Baron er tekin hérna, komin upp í 53.000 á móti 45. Og núna eru allir að fara að vera alveg nánast hálfu ef ekki heilu itemi yfir ljósleiðarinn hérna. Það er nefnilega svolítið erfitt að maður sér þetta stundum að þú ert með 3 drega og svo hérna þú einhvern gleymir alltaf dreganum early game en svo er hitlið komið 3 drega og þú bara á nei, ok, þeir með ekki fá sál þannig að þú ert alltaf að forsa fights í staðan fyrir að segja að nei, þetta er lélegt fight, ok, sleppum þessu, við meðum gefa þennan drega. Það er svo þægilegt, af því það er því miður stundum sumir fights þarftu bara að gefa. Nákvæmlega. Þetta var svo sem fight sem það bara hefði getað unnið ef þeir voru með nógu gott hérna engage á Honeyban. Núna er Magic Mickey vanda, er að fara að bara tekið niður hérna á Honeyban og þetta er 14 kill á Honeyban. Er með klikkaðan leik hérna eins og er vann lane og er að reyna að vinna game hérna. Núna er bankastjórinn að leita Dosen og þetta er K-Blandon á móti Dosen og Jökulíf. Er þetta að vera hérna 2v2 hérna, bankastjórinn tekur niður Dosen og K-Blandon þarf að hörfa í burtu. Þetta er að fara að vera að K-Blandon tekið niður því miður, gullmurinn er svo stór. Hafra núna að reyna að hlaupa í burtu frá Avian Creep. Ætlar að reyna að gera eitthvað hérna, það er kannski að taka niður rétt svo ekki. Börnið. Nei, rétt svo ekki. Avian Creep og þetta er útrýming strax. Ég tók ég eftir en allt liðið hjá ljósleiðarunum að detta í sundur. Þetta bara leikur. Það gæti verið. Það gæti bara vel verið. Bara hann mikki uppi að berjast við skósvein og allt liðið og þarna kemur hann Jökull og hoppar ofan á Mikka og þetta er að fara að vera leikur handa inappropriating. Þetta var geggjaður leikur, þetta var svo frábært dæmi snowball. Alveg mjög. Bara líka hratt snowball. Þetta var ekki að hérna tökum þetta, já ok, býðum í 5 mínútur. Þetta var bara þetta, nice, endum leikinn. Nákvæmlega. Ég fílaði það rosalega mikið, þannig að ekki alltaf það sem gerir gert það. Nei. En þeir tóku öll opportunities og nýttu sér rosalega vel. Já, við vorum að sjá allavega risamun hjá inappropriate í frumskóginum. Bankastjórinn var að spila æðislanleik. Öll objectives sem hann tók bara Atakan ekki hræddur við að taka það strax, Baron ekki hræddur við að taka það strax, fully committað á soulfightið. Já. Og þetta var bara, já. En svo náttúrulega má ekki gleyma Honeyban sem var að bara taka yfir leiknum með skaða var að spila æðislega. Og Rakan. Ég vil benda á Rakan. Já. Rakan, 12-raffinn, geggjuð og Já. allt í einu og öll engage opportunities. Þú veist, meðan Rakan spilaði rosalega vel í þessum leik. Klárlega. Ég er að hugsa hvort með MVPs, við glemdum að gefa í senasta leik, Já, gerum það kannski fljótlega. Já, það er með það velja. Af því, þú veist, það er einn hluti í mér sem segir, þú veist, Atli spilaði svo svakalega vel þar sem bankastjórinn. Hérna, þú veist, með öll þessi objective sem hún tók alla dregana og var alltaf bara með frekar gott tempo í gegnum leikinn. Sæja, þú veist, öll þessi plays, þú veist, flash in hjá Sæju, hjá Honeyban, þetta
beautiful sem Sæja player sjálf amazing, ég elska að sjá Sæju vera að spila svona og þetta bara, já og Rakan líka ég ætla ekki velja sko, ég get ekki valið í þessum leik. Við erum búin að vera að gefa mjög mikið af ADC MVP, hefur verið að taka eftir. Ég held að þetta verður að fara til Brimsa þar sem hann var Mér langar sem að gefa Rakan. Já, þetta var æðislega Rakan leikur sem þetta var að Brimsi MVP og ég hugsa að með leikinn sem við horfum á áðan þá gæti hauslaus verið alveg stór leikill maður að halda liðin á lífi. Ég væri til að gefa honum MVP nema þú ert með hugmynd Ég er svona líka með langar að segja að Gubbi Fitness var rosalega góður í ADD. Já. Mér fannst það vera svo crucial partur í öllum fights. Ég er sammála, það var svolítið, ef hann var ekki þarna þá voru þeir ekkert að berjast mikið en þegar hann var þarna þá þetta var svo mikið bara pressen sem hann hafði. Ég held að Gubbi gæti verið að fara að fá Mér langar að gefa Gubbi Fitness MVP á menn sko sem mér fannst hann vera hann gerir svo mikið í teamfights. Já. Þú veist, Serafín náttúrulega var með heal hennar og það var engin með anti-heal sem náttúrulega gera verkum honum með miklu meira healing power. Já. En Gubbi Fitness, hann var ekki hræddur, fór bara með movement speedið sitt bara beint í bakklænið. Já. Drepur, Addi getur, þú veist, hvað getur þú gert á móti Garen sem bara full sprintar á þig með Stridebreaker, skiljum. En ég hugsa þá að Gubbi er að fara að fá MVP fyrir leik 1 og það er að fara að vera Brimsi MVP leik 2 en við erum að fara núna bráðlega inn í leik númer 3 þar sem þetta er að fara að vera Fenrir á móti Jötun. Við ætlum að hoppa inn í örstutt auglýsingapásu, ekki fara langt. Býttu hann að skipta akrein?
velkomin aftur í Kía-deildina og erum að fara núna í þriðju viðureign kvöldsins. En fyrst ætlum við aðeins að tala kannski stöðuna í deildinni eins og hvernig lítur þessi staða út eins og Sko, þetta svolítið skemmtilegt. Whisky, en þá bara á topnum. Ekki mun að missa leiki það? Nei. En það var svolítið skemmtilegt Fenrir sem við erum núna að fara að sjá. Já. Töpum á móti ATD. Já, sem við vorum að horfa á hana áðan og spiluðu þeir ótrúlega góðan leik. Ég verð að segja eftir að MIQ kom inn í liðið þeir virkilega búin að sýna takta. Og einmitt eru núna í þriðja sæti. Komin fyrir ofan Fenrir. Já. Skutu svolítið upp. Fenrir einmitt eiga samt einn leik eftir. Sko, ATD eru með 7 wins, 3 losses, eru búið með alla leikina í dag. Já. Held ég. Allir leiknum. Og Fenrir eru komið 7 wins og 2 losses. Þannig ef þeir vinna þennan leik þá eru þeir komin aftur í þriðja sætið. Já. Og Dusty situr ennþá bara mjög þægilega í annarsætinu. Já. Cool Beans team eru í 5. sæti, Jötun í 7. sæti. Já, þeir eru búin að detta niður svolítið frá, ég held þeir voru í 4. eða svona, þeir voru alveg ofarlega, þeir eru núna svolítið í neðri part af þeim sem komast í brackets, ekki satt? Jó, og ég held, ef Jötun er að vinna þannig leik, þá eru þau komin í 5. sæti. Já. Þannig þetta er annarkvort ná Jötun að koma upp í 5. sæti, eða Fenrir ná að koma upp í 3. sæti. Sem bara, frekar gott. Svo er mitt, það eru nú 8 lið sem komast áfram. Já, það eru 8 lið. Já, so far, liðin sem eru á leiðinni að komast áfram förum bara niður eftir röðina. Það eru Whisky Tango Foxtrot í 1. sæti, Dusty LOL, 2. sætið, ATD, 3. sætið, Fenrir í 4. sæti, Cool Beans team í 5. sæti, Jötun í 7. sæti, svo er það Campo í 7. sæti. Já. What About Me síðan last but not least í 8. sæti. Þannig það er smá shaky nefnilega með hvort að þessi neðstu lið, það er að segja Capo, What About Me, það getur eitthvað gerst þar, sko. Við erum að sjá augun mín eru einmitt á inappropriate þar sem þeir eiga núna 3 leiki eftir held ég og eru alveg svona, ég myndi segja kannski favorite í þessum matchupum. Þeir hafa einn erfiðan leik þrátt fyrir sko á móti ATD sem eru eins og núna í 3. sæti. En það eru góðar líkur að þeir eru að fara að berjast þetta 8. sæti til að komast inn í næsta fasa af keppninni sem þetta bracket úrsláttarkeppnin. Nákvæmlega, best of 3 fearless playoffs. Sem verður mjög skemmtilegt. En við erum myndið að fara að sjá Fenrir Jötun leikinn. Hann er náttúrulega, venjulega hefði hann átt að vera klukkan 7. Já, 7. Hann ferðist til klukkan 9 af því að þeir eru að spila hana á staðnum í Arena. Þannig að við fáum mögulega að fá einhvers konar interview eftir á. Já, fáum þann einn úr liðinu sem vinnur að fara að koma, kannski segja hvernig hann líður svoleiðis með keppnina eins og En kannski komið tími til að fara yfir leikmenn hjá liðinu. Já, skellum bara í það. Við byrjum bara á Fenrir, við erum með top lane, það er hann Mickey, jungle er Icelandic Hero, mid er Wind, bot er Vilsuri VM og support er hann Sigmar. Við sáum Fenrir að keppa á showmatchleik daginn á bara á laugardaginn. Já, það var á Skjálta og Fenrir vann þá viðureign á móti Whisky. Á móti Whisky sem eru ekki búin að missa leik. So far, í Kía-deildinni, en þá var samt Maja að keppa midlane, ekki Wind. Já, en Wind alveg mjög góður en Maja var með risaleik. Risaleik þannig á móti Whisky, en við sáum Wind uppáflega í leiknum okkar þar sem við styrjum með Fenrir á móti ykkurum. Sem ég man ekki nákvæmlega hver en á fyrsta leikin sem við styrjum með Fenrir þá var Wind að keppa. Þannig hann var að spila Jace, spilaði bara mjög vel. Já, og ég vil taka fram að Wind og Icelandic Hero, þeir voru ekki að keppa saman í Ameríku. Ég fékk einhverja rangar upplýsingar. En
Þeir eru samt með mjög gott svona samvinnu bara og spila mjög vel saman. En já. Þá hoppum við bara yfir í jötun. Við erum með hérna toplane er hann Baddi. Jungle er það Pulla Jonni. Midlane er það Sæþór. Botlane Get Me Out. Og svo support er það Disilítri. Bara eins og við sáum í síðustu viku. Já, nákvæmlega. Þetta eru þessir, bara já, sama line-up með. Þetta er, já, cover hérna, hefur hann þekktur undir eða ekki, Get Me Out. Jú, svona aðalega. Þetta er svona nýtt name change, en hérna, já, það verður Jarvan-bann. 100%. Ég meina eins og við segjum, þetta er Jarvan pick-up-bann smá í þessari deild. Það er alltaf ykkur nokkru karakterar sem er svona pick-up-bann, myndi ég segja, í öllum deildum. Já. Og það er Jarvan í þetta skipti. Já, og náttúrulega apinn, Wukong, hann er búinn að vera svolítið mjög það væri skemmtilegt að fá einhvers konar, hérna, við getum einhvern tímann kokað eitthvað svona prósentu. Já. Eins og alltaf við mitt. En, já. Við erum að fara að sjá hérna alveg skemmtilegan leik eins og hérna, maður má búast við. En núna þarf jötun virkilega svolítið að passa sig. Þeir voru svolítið á toppnum, voru með á tímapunkti 4 wins og engin losses. Núna eru þeir svolítið að draga svolítið lágt niður núna á stiganum. Þurfa eiginlega að reyna að ná smá win hérna á móti Fenrir. Já, þeir eru nefnilega, þú veist, ef þeir tapa þessum leik, þá eru þeir tied með Cabo. Cabo er með 6 wins og 4 losses. Og einmitt, jötun eftir að spila þannig leik, þannig þeir eru með hérna, 6 wins og 3 losses. CBT aftur á móti er reyndar líka með 6 wins og 4 losses. Og hérna, þannig mér sýnist þeir eru svona smávegis tætt fyrir, þú veist, 4. setið, eiginlega? Já. Eða svona 5. setið, 4. og 5. Þeir eru aðna svolítið í miðjunni á þessu. Þeir eru allir svolítið svipaðir, en það er náttúrulega svona SharePoint system og eitthvað. Já, þetta fer alltaf skýra, sérstaklega eftir daginn í dag. Eru að fara að sjá svolítið svona mynd af hverjir eru alveg 100% að fara að komast áfram og hverjir eru ekki að fara að komast áfram. Það er, já, 3 leikir í næstu viku á hvert lið og það að fara svolítið að ráða alveg hvernig það verður. En við ætlum að hoppa byrjusleið í draft eða hetju val og þetta Aphelios. Það er bara strax á hérna vélstjóri William, þannig að mjög vel þekktur á þennan Aphelios hjá honum, þannig að bara skiljanlegt bann. Ég meina, ég bjóst ekki vinna öðru. Nei, ég held að þetta er að fara að vera regastandard kannski bann hérna. Við sjáum líklegast, Jarvaninn koma hérna. Jarvan eða Serath. Byrja bara þægilega kannski, já, Serath. Þetta er þá target á Sæþór, ekki satt? Jú. Var hann ekki að spila alveg ótrúlega góðan Serath-leik? Ég væri alveg Serath er svona karakter sem ég svona bjóst ekki við að myndi sjá svona ofta. Þetta er karakter sem ég sér once in a blue moon í land. En einmitt, bæði Evian Creed og Sæþór erum ekki að spila Serath. Þannig bara mjög skemmtilegt. Við erum aftur með Invisible karakterina, þannig við fáum að heyra frá lyklafuglunum okkar. Já, og Viego. Já, Viego-bann. Þægilegt bann. Ég myndi ekki vilja spila á móti Icelandic Hero Viego. Hann er að spila þann þá hetji svolítið mikið. Alveg mjög mikið. Og þetta er líka, þú veist, við sáum það frá bankastjóranum. Þetta er svo mikið heavy carry karakter, þú veist. Þannig þú veist, þú ert að gefa Icelandic Hero sem er mjög vel þekktur spilari og mjög góður spilari. Sjans til þess að carrya á one-in-one carry. Það er betra að banna það bara út. En Nivea líka á Sæþór. Hver vil spila á móti Nivea? Þetta er bara understandable ban, myndi ég að segja. En hérna... Sæþór hérna er allavega favorite hérna í bönnunum hjá Fenrir og eru þeir svolítið að stríða honum kannski með þessum bönnum. En við sjáum hérna Lulu. Já, þeir eru hérna svolítið að vilja ekki að hann vélstjórinn Víum meðan Þór er að fara úr böndunum hérna. Þannig að Nei, þú byrtist Viego. Já. En gaman. Þór er rosalega mikið að spila svona hypercarry. Þú veist, Jinx finnst mér líklegt sé pikt, spila á sjómatchinu.
Lulu, þú veist, í staðin fyrir að reyna að banna, þú veist, Þór út Já, með, þú veist, að því, þú veist, ADC players, þetta er allt, þú veist, þú pikkar bara eitthvað. já, En hérna, Lulu, gott bann almennt. já. Eh, Annað bann á Sæþór hérna, ósynlega bann er Hwei. Það verður bara target bann hennar mann. Já, hann er hérna í salnum, hann hlýtur að vera, já, Það er eitthvað að vera að stríða honum. já, þetta er smá stríðin hérna hjá þeim, það er smá æsingur í þeim líklega staðins að stríða Sæþóri, taka alla þessa champion í börtin. Jarvan! En með því að stríða Sæþóri þá Jarvan! kemst hann Pulla Jönni á kónginn hérna. Já, það var bara smá given að hérna, hann Jóni myndi peka Jarvan. Það er bara spurning hvað Fenrir peka á móti. Ég væri til í að sjá eitthvað eins og Lilja mögulega. Já, Ég veit að Íslandi hér er mjög góður að Lilja Aurora. þetta er þó bara hérna fínasta pikkina í miðjunni fyrir vind líklega. Þetta getur farið topp en maður er að sjá Aurora aðalega í miðjunni. Einmitt, Aurora finnst mér vera líka svo versatile. Finnst svo smá riski sem first pick af því hún er, þú veist, hún er ekki með rosalega mikið range, Nei. getur verið svolítið weak. Þú veist, ég myndi segja að hún er ágætlega weak early á móti frekar mörgum karakterum, er samt með mjög sterkt svona trade poke. Já, alveg svona, Ég meina, dansa sem hann gerir með passivinu sinni. þetta er hættulegt. Ég áttaði mig ekki alveg á þau skadanum sem þessi hetja gat gert þegar ég var á mótinu svona fyrst þegar hún var að koma út. En þetta er að vera Kæsa, bara blint hérna, þægilegt handánum, vélstjóra víum. Já, það er spurning hvort við fáum að sjá eitthvað svona meira engage support-esk. Erum við að fara að sjá annars að Khan sem er hérna hjá Jötun. Við sjáum allan að pikki hérna að komið í gegn, held ég. Það er ágætlega líklegt. Já, ég hugsa að það væri þægilegt. Þeir eru komið með gott engage í gegnum Jarvan og þeir halda því bara áfram. Geta það fengið alveg mjög hættulegt lið. Það er gott kombo, en mér sýnast þeir vilja ekki pikka support alveg strax og vilja fara bara í LeBlanc. Kannski að draga bann, svolítið að Rakan kannski. Ef eitt beita annað hvort bannaði pikk, þeir eru kannski ekkert að hugsa um að pikka Rakan. Eru þau kannski með annars svar, en LeBlanc inn í Aurora líklegast. Ég er ekki búinn að sjá LeBlanc spilað alveg í eitthvað tíma. Þetta er mjög svona, maður sér ekki þess að hetju mjög oft í það. Er þetta eitthvað sem hann Sæþór er búinn að vera að spila? Er pæling? Ég nefnilega er ekki alveg viss. Það, hérna, ég hef ekki séð að ég sé miklu frekar eitthvað eins og Nivea og Serað. Það er miklu meira comfort. En, hérna... Kannski eitthvað counterpick sem við vitum jafina inn í Aurora, en þetta er að fara að vera allavega svo Kha'Zix handa íslensku hetjunni og þetta er þessi hetja sem hann var þekktur á til að komast í Challenger á NA, sko. Þetta var aðal hetjan hans, held ég. Þetta er smá hættilegt. Já, hann er mjög góður Kha'Zix. Fáum að sjá örugglega mjög oppressive svona leik handa honum. Hann er að fara að ráða svolítið á hann Pulla Jönni í frumskoðinu. Mitt Brom, Rakan ban síðan. Það er mjög líklegt að Jötun ætlaði ekki pikka Rakan. Nei. Og hérna þetta er að fara að vera, já, ósynlegt sem ég náði ekki að átta mig á og Leona. En þetta var þá Mundo bann, þetta ósynlega hérna. Mundo? Ég hugsa að Nautilus. Jötun er líklegast ekki svar. Klassik kombo. Já, Kæsa, Nautilus, þetta er alveg, maður sér þetta oft. Þetta er klassik. Þetta er líka svo erfitt lane. Að þið Nautilus ekki kemur inn og Kæsa með svakalega mikið burst að það bara, þú poppar og það er. Þetta er mjög gott. Poppy! Þetta er sá hetja. Er það Poppy support? En ég held það. Þetta er að fara að vera Við mjög erum ekki svo gott. top lane samt, en þú veist þetta gæti alveg verið Poppy support. Já, ég hugsa að við erum að fara að sjá hérna Poppy. Nei, Karma. Já, þetta getur alltaf verið Karma top. Ég spilaði það mjög mikið. Karma top og Poppy support. Já, ég hugsa, ég ætlaði bara að henda því prediction. Þetta gæti reynd að vera svolítið skemmtilegt flex pick af því þeir eigi eftir að sjá toplaneinin. Toplaneinin veit náttúrulega ekki, er þetta Poppy, er þetta Karma? Og þá...
Baddi, ég Þeir hugsa Ég er hann, náttúrulega bara að swappa smá. já, ég hugsa það ef þeir spila báðir þessa championa, ég vona það, því þetta er svo chokað hérna. Ég held að Karma væri mjög fín inn í chokað, bara að leggja hann smá í einelti og halda sér á lífi með Ég held að tvöfaldafinu. Poppy getur ekki gert mikið. Nei. Þannig ég væri til í að sjá Poppy supportina af því Poppy getur alveg gert mikið í Nautilus og Kai'Su sérstaklega með ultiðanar. Já, og við erum hérna með Kha'Zix og Aurora. Þetta er mjög gott Poppy support pick hérna og ég virkilega vona að taki það. Þar sem ef Poppy er í topp agræninni, þá er erfiðara handinni að hjálpa liðinu eins mikið og Poppy support myndi gera með þessu tvöfaldaffi. Og við þurfum kannan bara að sjá hverjir eru að spila hvað. En hvernig finnst þér teamkompin eins og er? Sko, við erum með mid-late matchupið. Mér finnst þetta sé meira alveg blank favored en eitthvað annað. Af því, þú veist, Aurora er með rosalega mikið, rosalega mikið close range poke og mobility. Já. LeBlanc er með það nema miklu meira. Alveg klárlega. Þú veist, in my opinion. En botleinið, hann alltaf fer svolítið eftir ef þetta er Saya Poppy eða Saya Karma, af því ég held að Kai'Sa Nautilus, sko, ég held að myndi ganga sko ágætlega hjá Saya Karma eða Saya Poppy, af því þú veist til dæmis eða Saya Poppy inn í Kai'Sa Nautilus þá getur Poppy þannig sé bara hoppað á Kai'Su. Nautilus hann gerir freaky mikið damage. Karma gæti einmitt líka bara, þú veist, skjöldurinn hennar er rosalega stór, sérstaklega ef hún fer eitthvað eins og Moonstone build. En ég held að fer bara allt eftir einmitt chokað pickinu. Já. Af því Poppy er ekkert sérstaklega góð inn í chokað. Nei, þetta er svolítið erfitt það sem Poppy er, ég myndi segja, með ágætlega mikið svona sustain vandamál. Helst ekki mjög lengi í lane og chokað getur bara verið svolítið endalaust í lane. En við ætlum núna að hoppa beinustu leið inn á rof seiðkartana og sjáum hverjir er að fara að vera að spila hvað. Og þetta er í miður Poppy Top. Við sjáum bara hvernig það spilast út. Við sjáum bara hvernig Baddi spilar á móti hann Mikka. Mikki hefur náttúrulega gengið mjög vel á chokað undanfara leiki. Já. Þannig þetta er bara, já, sýnist bæði liðin vilja bara fara í bara frekar safe 5 point. Já. Og þetta er, býtu, ég var sæðin í senasta leik líka með Conqueror. Ég átti mig ekki á því. Cover hérna með Conqueror og sæju. Var það? Já. Ég held að það er ekki eðlilegt. Ég hef ekki séð mikið að veiti sig að taka Conqueror fyrir utan bara Draven. Nei, ég myndi ekki taka Conqueror, ekki þessum leik. Kannski veit hann ekki. Ég myndi segja eitthvað nýtt build, kannski er hann að kóka eitthvað. Hver veit, annars þú myndir eiginlega alltaf fara lethal tempo og kannski press the attack, en þú veist, lethal tempo er alltaf bara upp að range að gera. En let this man cook, sjáum bara til. En sýnist að vera engin invade, það eru smá invade hérna á til þess að fá vision á Raptors, en það er að segja vision á Raptors hjá Polayoni. Já. Reyndar, já. Við erum að sjá hérna bara, já, fína byrjunir hérna. Junglerinn eru mirroraðir, speglaðir eins og er. Reyndar, speaking of Conqueror Saya, ég óvart smekli á support á U.GG og þá eru supportar að taka Conqueror. Saya supportar að taka Conqueror. Já, Saya supportar. Með 41% minut. Svo það eru alveg góðar 41% líkur að hann getur. Nei. Við sjáum smá skipting á höggum í topp akrinni Mikki hann missa smá líf, en hann getur bara fengið það tilbaka. Ég er með nákvæmlega, eiginlega einasta seinið einmitt hjá Poppy, er það ekki bara skjöldurinn hennar? Jú, en við ætlum að henda í smá pásu, varandi skemmtilegir tæknilegar örlíkar. Við elskum þessa skemmtilegu tækni, en já, við erum að sjá Tækni, já, þetta er erfitt, en við erum að sjá Poppy
í topp-agreininni. Ég hefði viljað sjá öfugt. Ég held að veri, þú veist, þú ert að með svo skemmtilegt opportunity þannig að því þú ert með síðustu 2 pickin eru bæði smá í flex picks. Já. Þannig að þú smá spyrja bara, oh my god, erum við að spila móti Poppy, erum við að spila móti Karma? Og það er bæði smá spurningarleikur fyrir botlinnið. Já. Af því það er alltaf verið að spila móti Karma, hann spila móti Poppy í botlane Mhm. og sömuleiðis fyrir Cho'Gath. Þú veist, ég held að Cho'Gath vill ekki spila móti Karma Nei. sem er permanent 12 off. Þannig ég er svona, Ég hugsa mér kannski bara að þeir spiluðu ekki heitínar hjá hvort öðrum og tóku því bara í þessa átt. En við ætlum aftur að hoppa inn í leikinn þar sem og við erum að sjá hérna bara, já, rólega byrjun. Þar sem enginn eitthvað að skiptast það er bara smá treyt. Er Jóningi að fara að reyna að koma í level 3 gangina? Sýnist það? Hulla Jóni mættur á staðinn, vindur hendur upp í loft og er rútið hérna að Sæþóri. Líklega svo að tekið niður í það flassar. Er samt Púli Jóni með flass hérna, já. Æslandi kýra mættir. Nei, fáninn kemur verður að koma niður, hann kemur hann fáninn. Stingst í gegnum vindinn. Og er það bara fínasta fyrsta blóð handa Jötun. Þetta er að fara að vera hérna mikið batti hérna í topp-agrein og báður honir smá lágur. Hann kemur flott frá honum batti Mikki. Ekki vera hann hjá þessum vegg milli steins og harðan stað. Þetta var geggjakill. Einmitt, maður... Wow, Sæþór tekur hérna risa skaða frá vindi. Þetta er electric proc. Mjög hættulegt. Mér finnst einmitt að hérna... Æslandi kýra mættir. Sæþór er að spila blank en með flass uppi. Hann er Púli Jóni mættur líka. Það er að tjóðlaf í burtu. Púli Jóni, vá! Hann poppaði bara. Og einmitt, á meðan í botlininu þá er Sæja cover komið með kill. Vélstjórinn getur verið tekið niður. Runnin hjálpa hann svo mikið og þetta er þá að fara að vera... Já, ég meina, Vélstjóri William fekk kill á hérna Dislydra. Þetta voru hildardáð eða Feats of Warfare tekin hérna. En þetta er Icelandic Hero að taka hann eins og Púli Jóni í sínum eigin frumskógi. Það klar ekki að leifa honum. Þannig að Jóni tapar smá tempó þannig við að ganga midlane, level 3. Icelandic Hero. Batti. Já. Plassið, nei ekki nóg. Nei. Rétt svo kannski í burtu. En Icelandic Hero getur punished þetta, þú veist, þetta rosalega mikið. Og sem bara, já, eitt af betri, eða bara bestu junglunum á Íslandi, þá er hann að fara að vera alveg mjög hættulegur með þessi 2 kill hérna. Einmitt, á Cho'Gath komið með Sverði Dirk bara 5 mínútur í leiku við. Það er svolítið erfitt. Þannig kemur aftur smá frá Batti. Mikið hérna að reyna að gera eitthvað á móti en ekki var neitt úr því. Sýnist þetta vera Loftur að mæta á rof seiðkarlana. Já. Erum núna, já svona... Það er einmitt með Karma Sæja á móti hérna Nautilus Kæsa. Ég myndi segja pre-level 6 og meira þess eftir level 6. Ef Nautilus heitir Hook þá ertu bara döður. Nefnum þú sér Sæja með level 6. Já. Karma er ekki með nógu sterkt 12 fíl til þess að out-sustaina damage hjá Kæsu myndi ég segja og damage hjá Nautilus. Af því Nautilus early game damage eins og ég hef sagt svo ofta áður er rugglað. Alveg mjög. En hérna, ég veit ekki hversu oft ég hef séð hérna ADC vera á 1v1 Nautilus hefur verið á 1v1 ADC. Það er bara, það er smá rugl sko. Já, það gerist aðeins svo oft. Núna er Púli Jóni hérna að reyna að komast í runnan. Sýnist að hann kemst upp með það. En Vélstjórn og kjötið. Eru þeir eitthvað að gruna að Jóni er í runnanum? Sýnist Helst ekki. Fyrir besta opportunity, Nautilus náttúrulega að fara í Púli Jóni er að hoppa á Vélstjóran. Hann er ekki með flass, hann er ekki með barrier. Hann er bara sprengtur af Jötun hérna. Og eru við að
Sjá bara, já, þeir eru að komast svona smá inn í leikinn aftur. Það ennþá risa gullmunur hérna. Já. Eða risa 1000 kall hérna, handa Fenrir. Þeir eru byrjar á dreganum. Icelandic Hero að taka dregan. Eru level 6 núna. Ég held þeir séu ekkert að fara að kandast þetta. Þeir eru ekki með præfa á midlininu. Nei. Og já, það bara... Það fínt að gefa hann að drega. Svo sem Cloud dregi. Ég að fara að gera mjög mikið movement speed. Það bara alveg, það svo mikilvægt. Já. Er þetta annar Chemtaxol? Það er möguleiki. Ég meil okkar ekki annar Chemtaxol. Ég er að gíska... Nei, þetta Infernal sjálf. Já, ég er ekki búin að sjá það í smá tíma. Þetta næsti dreki að fara að vera efnir. Þetta er ekki sálin hans. Nei, ok. Sem fair, God bless. Já. En hérna, þá segi Infernal Soul. Það er mitt gísk. Sjáum. Erst þú með gísk á dregum? Ég vil sjá Særúnu birtast og gera allt mjög blautt á rofinu. Já. En hérna Jönni að taka niður rauða buffið. Icelandic Hero að taka rampið hans. Þetta leiðilegt handa Jönni að reyna að komast í level 6. En Icelandic Hero bara svolítið að leggja hann í einelti. Já. Jönni einmitt búinn að vera mjög duglegur að taka. Tók cheese gang í byrjun og hérna var í tók lane gang. Nema á móti rosalega góðum jungler. Já. Jungle náttúrulega snýst allt tempo. Þannig ef þú nærði ekki að halda utan tempo, þú ert ekki með góð timings á bara öllu, ef þú ert á móti jungler sem veit þetta bara eins og the palm of his hand, þá lendur í smá vesen. Þannig... Já, og við erum að sjá hérna, hann var spottar af þessu vorti, þið vita nákvæmlega hvar hann Jönni er. Það þýðir að Sæþór hérna kominn, ætlar að taka niður kjötið og Vérstur Víum eru hérna að reyna að taka hann á móti hérna, en þarna kemur Desilitri beint inn og þetta eru 2 dráp handa Jötun Sæþór og Get Me Out að fá 2 kill hérna, eða 1 kill á mann. Mjög fínt LeBlanc gang. Wind náði samt að pusha inn í mid-turretið. Er ég tripping eða var Sæþór óvart að kjúa minion hana? Ég held það. Ég held kannski... Það gerist og Kæsa svo sem stóð beint ofan á minion. Vindur mættur hérna reyna að blása á þá eitthvað en það var ekki neitt úr því. En ætla bara að fara aftur í miðju agreinina. LeBlanc náttúrulega, sko, eitt með LeBlanc Aurora matchupið. Aurora getur pushað lane eins og bara strax. Hún er með rosalega gott wave push. Batti hendir mikið í burtu, vildi ekki vera étinn. En hérna LeBlanc ekki með gott wave clear. Ekkert últ á Get Me Out. Icelandic Hero kom með Jómús meðan Nautilus með sér kjötið og Icelandic Hero étan. Sæþór núna að reyna að taka niður Vind hérna, gerir risaskaða, hittir eunum báðum. Þetta er mjög lágir miðju gæjar en ekki nóg. Allt hjá hann er í cooldown, búið með full rotation. Þetta er bara eins mikið að hann getur gert núna. Já, en maðkaninn núna er að vera teknið niður. Icelandic Hero tekur Sæþór. Kemur TP-ið, Jonni ætlar að beila á síðasta voidgrabið. Mér sýnist eins og alltaf þetta, þeir ná alltaf 2 möðkum og svo alltaf kemur hitlið og tekur eitt þeirra. Það er aldrei 3. Voidgrab tax, einmitt. Já, Get Me Out núna er að vera bara, má ekki koma nálagt sínum eigin turni. Er ekki með neitt til að hjálpa sér, þarf hérna að berjast við vélstjóran, er ekki með nóg mikið mana til að gera of mikið, hann að Get Me Out, kannski var að taka niður, er í heilum skósveina veifi og að tekja niður kjölfarið, en þetta er svo mikið af skósveina sem deyja núna undir turninum, en við erum ekki búin kjötið og Icelandic Hero eru hérna að komast á hann, Batti er núna allir í Jötun að reyna á íslensku hetjunu, Púla Jonni er að elda hann en það er tekið niður Sæþór í kjölfarið, Batti hérna að reyna að láta liðið ekki komast nálægt restina af þeim. Og þetta er shutdown handa Púla Jonni. Þarna kemur hók frá kjötunni, þeir ætla að halda áfram Púla Jonni. Hann er Batti satt að hoppa á Vind til að reyna að draga úr skaðanum en Desilitri og Jonni er að fara að dekna niður. Og þetta er Fenrir sem er á toppnum eins og er. Jötun var kannski smá blindsetted á Kazakhstana þar sem hann var smá kott í fætinu. Já. Og einmitt mjög gott flash hjá Icelandic Hero en Jonni flashar byggt eftir á og til þess að allt hann. Og þeir eru bara 4 þarna, bara reyna að drepa Kazakhs fyrir þetta shutdown. En á meðan eru nú 3 aðrir
Mikið rétt að og potið á, þannig það virkar ekki alveg. það mjög þannig og þetta ekki mjög gott hérna handa Jötun eins og eru konur smá aftur úr. En þetta var svolítið klaufaleikur hjá Jötun. Já. Við hérna, Fengu shotuna samt. já, Það er einhvern annar sem sagði worth. Og bara, ég hugsa með það. En hérna Refnir mættur. Ó, vind. Það sér Sæþór. sjáðu hann að skada. Þú, Hvað getur maður gert? Maður bara leiður eftir þetta. Helmingin á lífinu farið bara eftir einu smá rotation hérna frá vind. og passive-proccið hjá Aurora og electrocute. Ok. Bye bye health. Það er bara allt værið. Grís Sæþór. Það núna aðeins að passa sig í miðjunni á móti vind. En já, við erum að sjá núna samt svona Get Me Out smá í vanda hérna. Núna komin svolítið eftir á í þessu CS-i þrátt fyrir að vera yfir í killum. En hérna að hendi smá hræringu niður að drekanum hérna. Rotation. Hérna Icelandic Hero hoppar hérna yfir í Deciliter og Polygon í vindin að komi til að hjálpa honum aðeins en verður ekkert úr því. Nei, fengur drega. Það er bara alveg nóg. Sáttir með það, hérna já, eins og maður að búast við. Þeir eru mjög jafnir hérna í topp bakgrunni og Batti ætla samt að vera að éta af Mikka. Komið með Heartsteel og það er bara Heartsteel hljóðið. Þarna var þetta Kaster first, hann var tekin og étin hann Batti og Literally. já, Sæþór rétt svo kemst í burtu og vind. Næstu því gleiftur hérna á Jönni. Icelandic Hero reynir að leita ykkur en nær engu. Botlinni á Fenrir perma-pushed inn og Vélstjóri VM hérna hendi dífu, hérna Get Me Out að fara að vera últar á kjötinu en verður ekkert úr því meira þar sem hann fer bara undir turnin sinn. Þetta svona ágætlega jafnt hjá þeim. Og hann kemur, hvernig átti þetta að hitta? Engin séns, Decilitri að elta rétt svo næri ekki tjóðarni. Hann kemur risa út, hann hún svo lár. Get Me Out verður að hendi últi hérna. Eitt auto kom hann, Get Me Out, nei það var ekkert úr því. Vélstjóri VM á kjöti tekur niður Get Me Out og Decilitra. Þetta var smá klaufalegt hérna, hvernig hitti þessi krókur hjá kjötinu? Kjötkrókurinn hættulegur og nær honum bara. Hitboxes maður. En einmitt, Þór rétt svo lifir þessi vélstjóri og EM. Það bara, hann ætlaði ekki að dæða hana sko. Hann skjöldur að gera góða. Með berjir og hérna. Lokkett frá kjötinu líka. Einmitt, og Kæsolti. Þannig það er bara svona skjöldum, ég hugsa að hann fer bara í Seraph sem brace hérna, hann Get Me Out. Batti hérna hlaupa frá Mikka, þú getur ekki gert mikið í þessu matchupi núna, ég hugsa að þetta það erfiða við að vera Poppy inn í chokað. Deciliter eitthvað mættur til þess að aðstoða Batta eitthvað pinkpans. Núna vind hérna að reyna að hörfa frá liðinu hjá Jötun en getur gert það frekar léttilega. Núna Skellrún að mæta á rofið. Og núna Get Me Out í svo miklu vanda hérna. Það hann að missa svo mikið af XP og gulli hérna. Fastur bara undir seinni turninum. Þarna tekur Vélstjóri VM fyrsta turnin. Og ég held ég sé ekki múin að sjá cover. Hann bara búinn að vera þannig allan leikinn. Því miður. En þetta að fara að vera líklega núna. Skellrún handa Polygon í Icelandic Hero hérna komin núna, hann tekur hann niður hættulega lágt. 1Q að fara að taka hann niður. Sæþór núna næsta target, að fara að vera últaður af kjötinu. Isolated líka. Þetta kemur passið í burt. Batti núna í smá vanda með Wind og Icelandic Hero hendir í alveg 3 fellingu. Og þetta var yfir spilaðana hjá honum Icelandic Hero. Náði virkilega að taka alla niður þarna hjá Jötun. Já, núna Fenrir sko komin í gátt gold lead. Þetta hvað 5-6-7 gold lead hérna hjá Fenrir. Það svolítið meira en þannig 2-3k sem við erum búin venjulega sem við sáum í síðustu 2 leikjum. Þannig það aðeins erfiðara fyrir Jötun að koma sér aftur inn í leikinn, en ekki ómögulegt.
Nei, en eins og þetta mjög mikið að fara úr böndunum hérna hjá Jötun og... Það eru allir með shutdown sinni á Fenrir, nema Kajsa. Já, Það er svo notalega sem er shutdown. Já, greið vélstjórinn búinn að deyja 3 og næri ekki að halda þessum ávinningi á hausinu sinum. Þetta er ADC-kursið. Já, Kursið. ég er samt yfir í farminum alveg 40 og er það alveg mikið. Var svolítið að stríða Get Me Out. Já, hann aðeins tilninum. Já. Ég er að spila aggressívan leik. Nákvæmlega. Og við erum 17 mínútur í og það eru strax komin alveg, 24 kills. Já, þetta er hraður leikur. Þetta er hraður leikur. 1 kilometer hjá Fenrir bara. Og þeir eru alltaf að halda því áfram kannski. Kjöti að leita Sæþóri. Greið Sæþór núna er búinn að detta svolítið aftur úr í miðjunni 2 levels undir vindinum. Það er bara að spyrja hvað Jötun getur gert næst. Það er nú Infernal dregi. Er það Infernal sál? Þetta er að fara að vera Infernal sál en eldur mættur svæði. Pulla Jóni nær ekki eins og í últinu, fer samt í gegn og komið á cooldown. Desilítur að vera eldur þetta vélstjórnum og íslensku hetjunu. Desilítur er rétt svo tekið niður undir turninum. Sæþór núna mættur inn í, bara kjöti og vindurinn er að fara að hamra niður Igniteaður og vindurinn. Æslandi Kira og Vilstjóri stóðu þannig þar sem alveg blankt 12 á þau var. Býðu bara. Ef Sæþór myndi tilbaka, sem hann gerði ekki. Sæþór eins og fiskur í frumskói nær ekki að gera Get Me Out líka tekið niður og þeir eru bara að taka niður hann second tier. Batti mættur að reyna að gera eitthvað við hann Mikka. Einhvern skaða. Batti hoppar á kjötið samt. Eru að reyna að taka ykkur mótið. Þeir eru að taka svolítið mikið af turnaskótum Þeir sýnir samt ekki verið að halda áfram. Er ekki með Get Me Out né Sæþór til að gera skaða. Nei. Og eru þeir svolítið bara að þurfa að vera mjög passífir núna. Það eru 4 mínútur í sál, handa Fenrir. Sæþór er sprengtur af íslensku hetjunni. Hann er orðinn svo stóri með 9 kill. Opposi. 2 item Já, einmitt 2 items, K6 plus LeBlanc er isolated. Hvað getur nú gerst? Með frumskóman eins og þetta á móti ykkur, hvað er hægt að gera núna er Pulla Jóni samt komin á vind. Er eitthvað að reyna að gera. Er með últi bráðlega. Hann kemur Batti með vindur orðin hættulega lár. Næra að koma sér burtu með últinu. Batti eldir ennþá. Hann kemur passivið frá Bobby. Grassprokkið fer í gegn og þetta er ávinningur handa Batti. Skemmtilegt að sjá Poppy passivið. Ok, segðu þetta 10 sinni hratt. Poppy passivið, já. Poppy passiv. Eldir hann Poppy passiv að poppa. Poppy passiv að poppa vind. Og Get Me Out núna að reyna að verja þennan miðjutjörnin. Vélstjóri við hleypur í áttina að honum. Er ekki hrættur við vélstjóri þarf að últa úr últinu hans Jönni. Þannig kemur Nautalius últið og er núna að passa sig. Pulla Jóni núna hoppar á kjötið. Kjötið er orðinn mjög lár. Hann kemur Sæþór allar að taka niður vélstjóri á víum. Og þetta er smá gull sem Jötun virkilega þurfti. Já, fengur shotdownin mitt á Kajsu. Kajsa gerir allt sem hún reyndi til þess að lifa af, en því miður allt á Get Me Out er aðeins og nálægt að íslensku hetjunni. Desilítur hjá honum, en þetta er svo mikil skaði að það er ekki sem búin að ná. Hann er rútið, en það er ekki nóg. Og að reynst auto-attacks frá K6. Býtu, Pulla Jóni er komin á K6, það er ekki nóg að hann er orðinn mjög lársamt. Ég heldur sér ekki fara að elda Næslandi Kira á nema kannski Pulla Jóni. Já, en það verður ekki meira úr þessu. Kjötið og vindur Sæþór hoppar yfir allar að reyna að taka niður vind er hann mjög lár, er rútið, þetta er rétt og kemst í burtu. Hann kemur Pulla Jóni, eru að taka niður kjötið og hann kemur últið frá Bobby, ekki nóg til að drepa hann. En Desilítur Pulla Jóni reyna að berjast Mikka og kjötið. Íslenska hetjan er komin aftur, Desilítur tekið niður af íslensku hetjunni. Íslenska hetjan er ekki búinn, Batti nokkaður upp af Mikka. Kjötið með honum og vélstjórnin mættur aftur og þetta er 2 dráp handa íslensku hetjunni og er að fara að hamra niður turnana núna. En þetta er bara innimittáður, ég held það nú. Enginn til að stoppa þá eins og er. Nei. Þannig kemur það rísa prokkinn. Þetta er innimittáður og innhib.
Ég heldur pússu nú ekkert meira, það er svolítið hættulegt að halda áfram, þannig... Já, þetta er hemillin farin hérna og... Hemillin, þessin inhibitor. Já, hemillin. Og eru að fara að taka niður hérna annan turnin í toppbackerinn. Pulla Jóni eitthvað að reyna að stoppa þetta en ég held að hann getur ekki gert neitt því. Fennir eru að koma með rosalega marga turna. Hvað er það að koma marga turna? 5 turna miðað við Jötun 0. Þetta er vont en... Þessi er komið með turnin samt, hérna Jötun, þannig... Já, Skellrún gerði einhvern skaða þarna en... ekki nóg til að taka turnin niður. Nei, Fennir eru líka komin í... Get me out, þú ert aftur að fara að hverfa. Þarna er íslenska hetjan mætt. Er með barjarinn, það er ekki að vera nóg. Hann kemur Pulla Jóni, reyna að gera eitthvað. Það er redemption hérna til að hjálpa honum en hann er líka að fara að tekja niður. Rétt svo ekki að fara að ná íslensku hetjunu. Og hann mikið mættur til að reyna að éta pulluna hérna. Lassi kemur hann frá Deysalítra rétt svo dodgar hérna kúfur á kjötinu. Batti hérna er að fara að íta einhverjum í burtu. Þetta er bara botlane hérna eftir hérna hjá þeim. Velstjóri Víðisson gera svo mikið skaði. Skjöldurinn er mikill en Vindur hendir í últið. Sæþór hlýtur að vera næstur á listunum að tekið niður og Deslítur að vera eldur á Vind hérna. Vindur er að fara að reyna að ná honum. Þetta er Karma. Þetta er Karma en þetta er líka Aurora sem er með mjög mikið movement speed. Þetta eru þá 2 teknir niður, Batti og Sæþór og þeir eru að fara að herja þetta niður bara. Mér sýnist það. Þeir eru samt 3 innan til þess að stoppa það. Þið verðið að fara inn í hérna, vilja ekki missa turnana. Vélstjórinn er orðinn mjög lágur, Pulla Jóni hoppar þetta inn, ætlar að reyna að ná honum, er ekki með últið. Vélstjórinn tekur svona turnaskoti hérna, er orðinn mjög lágur. Þarf að passa sig. Þeir virðast eins og þau vilja enda hérna. Já. Ég held að þið gera það ekki samt. Vélstjórinn er mjög lágur og það er svolítið hættulegt ef hann deyr. Já, og þeir eru að fara að taka hérna eldsálina. Og þetta er eins og þú prediktaði, sálinn. Maður ætti líka að skrá hversu góði ég er að predikta þessar sálir. Já, og Atgeir er líka hérna að fara í hendurna á Fenrir og þetta er alveg risa gullmunur og risa objektifunur. Og Jötun þarf núna bara að biðja til Guðs til að reyna að vinna hennan leik ef þeir að koma sér aftur inn í hann. Já, Fenrir eru núna komið með hérna... Já, 13-14k goldið. Það er svolítið mikið sem þú þarfst að gera til þess að koma sér aftur í leikinn. En Icelandic Hero er með 700 gold shutdown, þannig er líka 13-1 by the way. Já, og er þetta alveg risa gullmunur. Þetta íslenska hetjan er eitthvað að leita meira sem hann heldur áfram. Þetta er eins og að horfa á úlf og hérna kanínu. Já. Greið get me out er bara fórnarlamb hérna af íslensku hetjunni. Jafnvel Sæþór gæti verið að hverfa. Nei, hann hræddu við þetta. Þannig kemur kontrollverðið. Og þeir þurfa að passa sig. Ef Jötun tapar einu bardaga hérna, þá er þetta leikur. Og Fenrir er að fara að koma sér í 3. sætið í hérna... í stöðu... Nei. Í groups. Við erum að sjá hérna núna að reyna að herjast niður. Hefur turnin, Pulla Jóni hérna og þetta er svo mikil skaði frá vindinum. Þetta er ekki nóð á Viljum, er komin í það inn. Víum byrjar að gera svo mikil skaði í baklínuna. Er samt að fara að tekja niður af Get Me Out og Batti. Enginn til að hjálpa honum. Og Pulla Jóni drepinn á meðan. En þetta hérna eru 2 í liðinu hjá þeim teknir. Og kjölfarið deyr hann Sæþór. Og þetta er 1 turn eftir. Þeir verða að herja hérna á Get Me Out og Batti eru 1 eftir. Íslenska hetjan er mjög lágur. En þetta hann Get Me Out að vera tekið niður hérna af íslensku hetjunni og þetta er leikur. 25 mínúna leikur innan fyrir Fenrir og þetta var bara mjög góða leikur og einmitt annað dæmi bara snowball eftir snowball eftir snowball. Já, og þetta var alveg vel spilað hjá Fenrir. Við erum núna að fara að fá í stúdíóið bráðlega núna. Þegar við tölum smá, hver heldur að MVP-in er að fara að vera í þessum leik hérna? Mér langar að segja Icelandic Hero. Ég meina það fer ekki alveg, ég held að það fer ekki alveg úr hérna. Já, ekki bara það að þú veist, náttúrulega var, þú veist, hann var náttúrulega með langmest kills og var bara með rosalega mikið value í þessum leik. Heldur bara, Pulla Jóni var að taka
early game gangs og lane gangs á tímum sem væri kannski ekki eins hentugt. Jú, fekk alveg kills út af því, en á sama tíma þá var Icelandair á punishan fyrir það. Já. Þannig, og hann gerði það mjög vel. Já, ég held að íslenska heitjan alveg klárlega að fara að vera aðalmaðurinn en við ætlum núna að taka smá viðtal við einn af leikmönnum úr þá Fenrir og ætlum við að henda þá í örstutt bara interval núna og bara eftir það erum við að fara að henda í intervjúið. Já. Jæja, núna erum við komin með í stúdíu okkar hann Mikka úr Fenrir sem var að spila tjókar hérna áðan. Hvað segirðu gott? Hvernig fór þessi leikur í þig? Bara nokkuð vel. Gott að fá góðan leik eftir þennan seinasta sem við spiluðum. Já, voruð þið að tapa leik hérna á móti ATD áður en þið spiluðu þennan? Já, í miður. Já, fór það þannig. En þið eru aftur komin núna í 3. sæti held ég í stöðunni og hvernig fer það í þig? Hvernig heldur að svona restin af leikjunum ykkar að fara? Ég heldur muni bara að fara mjög vel. Við höfum spilað mjög vel upp á síðkastið og við erum ágætlega konsistent. Já. Nema þegar við erum það ekki. Það kemur fyrir allavega. En segðu mér svona, hvernig er stemmingin í liðinu hjá Fenrir? Eru þið bara happy go lucky í leiknum? Eru þið svolítið svona sprellarar? Eru þið svolítið svona, gefið mér það væp allavega? Það er smá mix, sko. Já. Við erum alveg alvara, sko. Ok. Missum okkur reyndar stundum í gleðinni, sko. Já. En hvernig er svona predictions? Heldur þú að þið að taka deildina bara? Þið eru núna í 3. sæti, það er Viski og Dusty yfir í standings eins og getur þetta breyst eftir næstu viku. Hvernig er þetta svona þegar þú heldur að fara í brackets, hvernig þetta verður? Ég held þetta verði bara frekar challenging, sko. Já. Við erum allir frekar nýlega byrjaðir að spila saman sem lið. Já. Ég, Þór og Sigmar og Astor höfum spilað lengi saman og Kjartan og Wind svolítið svona
nýbyrjaðir að spila með okkur. Já, þeir eru búin að vera að sína takta og eru að standa bara mjög vel í liðin ykkar. En og ég held að þeir eru alveg sterkur partur og eru að spila bara æðislega. Já, takk fyrir það. En ég held að þetta þá gott í dag. Þakka þér æðislega fyrir viðtalið Mikki. Og við verðum svo með 3 leiki á næsta miðvikudag. Endilega komið og horfið og þakka í kvöld. Býttu hann að skipta akrein?